Það ekki enn komið leið á þessu lagi Kickstart My Heart. Þetta kemur í gýrin okkur einasta föstudegi og búið að gera í mörg ár. Vonandi á það sama við ykkur kæru hlustendur. Það föstudagurinn 20. ágúst og FM 95 Blöður hafið göngu sína og það fullur bátur. Fyrirliðin, hann á sínum stað, Vassberinn, hann á sínum stað og ég ætla að byrja á fyrirliða þáttanins. Hann ber bandið með stoltið, ekki? Jó, ég vægasagt. Ég oft svolítið kvíðin yfir því að þú kippur í afmer einhvern tíman bandinu. Setur yfir á Vassberinn, það verður álfur skell. Fylgir ábyrgð að vera með bandið fyrst? Já, ég veit allt það. Ég meina ég er kallaði Vassberinn eða? Akkur er kallaði Vassberinn? Já, þú kallaði Vassberinn. Við kalluðu það ekki, fólk kallar það. Það bara sem að vera að tala hérna út í bæ. En hérna, já, hvað styrir? Nei, ég er bara mjög stoltur að eins og við með síðasta föstudag. Ég var mættur með að Stóni var að leika sér á tenni. Já. Stóni komin heimur og það rassafælstinni. Hvernig ertu, Steindur? Herru, ég fyllandi góður og fróðandi fínn í dag. Já, takk fyrir það. Ég fekk lit. Smá, ekkert mikinn. Nei, veistu það, ég er að flagg. Nú hvað notaður vörn? Ég notaði 30 og svo 15 eða eitthvað, ég veit ekki. Sko, málið að ég fljótur að fá lit og ég fljótur að missa hann. Eru þið típurnar að setja okkur olíu svona þegar það lítið eftir að ferðinni? Nei, ég hef gert það samt, sko. Ég hef alveg verið gráður og... Það ekki stórhættulegt? Jú, en málið að þú veist Þú ert náttúrulega mikið í sól þegar þið erum með sólamöndum. Þetta erum við komið mjög gott base ten ef þú ætlar að fara í olíu. Frá því að vera algjör ljósa bekkja gauri og þá ertu, þú hugsa voðalega elim your skin núna. Ég er meira núna í spray tanninu fake tan. Ljósa bekkirnir með fullu verðingu fyrir þeim þeir eru svolítið að detta út þegar máli í dag spólum 10 á þér tíman þá voru litirnir hræðileg og tannar varst svo appisínu, varst að jamman í bæ varst bara svo labbandi appisínu munið eftir klútnum hérna. Þú kannst ekki svona klút og nutta hann, kannski er það ennþá til, ég notaði bara ekkert af þessu. Þú kannst ekki svona klút og nutta hann á þig og það varstu rosalega brútt. Hræðilegt sko. Það eru stærstu mistök sem ég hef gert fyrir jam og það var bara hlegið að mér allstað sem ég fór. Ég var með svona svolítið skeggut og það var bara ógeðslegt þannig að ég hef verið með nefi ofan í kakómaltu og þetta var svo vont og ég hef ekkert gert. Ég var bara fastur svona, ekkert að ég hætti að jamma. Ég var 21 árs Alltaf gamall fyrir klútinn maður. 21 árs? Er það ekki? Nei. Varst að fara á sportkaffi eða hvað er þetta? Já, það hárið rétt við þér, ég var leiður á sportkaffi og ég var inn á sportkaffi í eina flotta jakkanum mínum. Þetta á þeim tíma, ég náttúrulega skuldaði Mæju sýsti pening okkur einustu mánaðamót en ég átti kannski svona 16 skall eftir. Hann fór í Captain Morgan flösku og svo keypti ég eitt geggjaðan jakka og ég var í honum á öllum djömmum. Svona silfurlitaður og það til myndir á honum þessu. Já, en málega það, þess að þú lendir í hérna, Blondell. Þú lendir ekki þessi í dag. Nei, ok, þá er kannski að vera að skoða þetta því ég er mikið að fara í sólunni, ég tana við erlendi Já, út að spreytanni í dag er bara þannig út bara beautifully tanned Það er málin Já, málið er svo ég líka beautifully tanned í dag Ég er rósaði fyrir þetta frábært tannsum Já, ég nú, en málið er það drengir Svolítið bólginn undir augunum samt Já, ég er rosalega Ég er svo þreyttur Hvað veistu þér? Súkulega, þú varst alltaf gaming og rauður og klakar í gerð Já, heyrðu Ég horfði á þig, sko Já, þetta var góð þáttur Já, þetta var góð þáttur í gerð Já, ég ég Landakoms er langt bestur Já, hann er einn eftir með þeir að hreista ykkur Já, hann er fít, en MVP er góð líka En ég, Ert þú lélegast það? Nei, ég Ólur En Landakoms er góður með headshot Ég sá það að hann tók snæpirna og tók að það Hann er alveg góður, ég fekk mér rauðin í gær Ég veikinn það alveg og svo fór ég að kenni á hann Kenni á hann? Átt hann í bílnum, sko Ég var að, því ég gæti ekki hitt ykkur Ég þurfti að Þú kom seint á kollega? Já, ég var að kaupa, rafvirkja koma morgun til mín Ég var að kaupa alls konar drast fyrir hann og hann er að vera allt klárt og hérna Já, það er hann að sagja En hvað gefur þér einhvern í dag? Því að núna sjá hlustendur þið ekki? Málið er að Ertu 6, 7? Nei, ég náttúrulega fór í COVID-testi fyrir þetta Ég er búin að segja ykkur frá þessu Og ég er bara búin að vera slappur, þú heyrið það Ég er smá tussulegur En ég er alltaf mættur Ég mætti alltaf Hvað var þetta? 10. testi? Hefur einhvern tímann heyrt í mér og sagt Þú veist, ég veit að ég er Vassberinn og ég er alltaf, titillin minn er alltaf að lækka því ég er einhver staðar En ég búið að vera góð mæting á juniorðum Það er bara þannig, ég var á tenni, viðurkenna það En þú er aldrei opnað þáttunum og sagt, heyrðu Það steindi er bara heima veikur Nei, það er ekki gæst með neitt makkar Nei, það er svo Í 10 ár En nú með hvað var þessi skimun? Þetta var bara, þú veist
Sko, ég held ég sé bara komið sigg í nösuna bara að búa að setja pinna Ég fann alltaf að fá stampinu við þetta Það er eins og sett bara að leika þess Ákveð eftir alltaf Hvað heldur ég fóði stampinu eða setja heyrnapinni með nefn? Nei, ákveð, þú ert líka Þú ert að eyða tíma frá fólki sem þarf að fara í Þetta hættar að fyndi og við eigum ekki að vera að gera grína Já, þetta er ég sé að býði röð að fá pinna þegar mér finnst það svo gott komedi Ég kom heim frá Spáni, drengir og ég var tussulegur og þetta ferja því ég var í öðru landi En heyrðu, strákar, börsið frá því við vorum að tala tanniðan, mér langar þess að bæta þessu við að því að fólk er svona einhvern veginn liggur eins og bara eitthvað karteblaðna að reyna að fá eitthvað lit á sig Svo fer liturinn, þú veist, ég var mjög brúnn bara í fyrradag Nei, hann fyrir einu degi Ég fóð bara, maður flagnar og mér klæjaði í bakið og málið það Það var bara eitthvað skrítinu Nei, það er ótrúlega að fólk sko minnst allt í lagi fyrir sólbá og chill og hafa kósi út í fríi en ef þú ert að reyna að fá litin í guðana bænum borgaðið 1000 kall og fara í ljós þegar þú kemur heim Nei, ljósin eru Eða hvað sem ég ætlar að tala En það er í lauginni Það var góðan lit sko Já, ég nenni aldrei í lauginni Ég elska hopp í lauginni Ég latur í henni sko Mér langar að setja sólalanda og ræða þetta maður Þórólfur, hann er Þórólfur, hann er dauður fyrir mér í dag Það er ekki dauður fyrir þér Hann var ekki með góða spá fyrir okkur Sko, ég sagði daginn í hata en tók það tilbaka Og nú segja hann dauður fyrir mér, tekka líka tilbaka Takk Máli, stundu verið reiður og segja hluti sem ég sé eftir En máli er að En ég bara lesi yfir Þórólfur á Messenger í fyrir þetta Nei Ég læt hann stundu heyra það þar Skrifaðu skilabót til hans Já, Það eru enga líkur Ég sendi hann á pistilar Nei Segðu satt, ertu að senda honum persónulega skilabót? Heldur það þeir séu vinir? Ertu eitthvað rugglaðið? Þetta fyrir það bara í eitthvað svona other request Ég sendi bara Þórólfur, orðrétt Þórólfur, ég elska át á lífinu koma, en hvernig er það? Akkur eru við Íslendingar sem eru bólusettari þjóð en til dæmis Danmörk og Bretland Akkur er 75 manns á Old Trafford og þú leifir 200 manns hér og ég leta hann aðeins tíma aðeins skrifa kapslokk á 200 manns hér sko leta hann aðeins heyra það sko og hann var bara orðlaug sko, hann geti ekki svarað það sko og síðan líka sverðið sem er grímurnar þú veist Sko ég var í Svissundaginn Hann var að tala um þetta bara næstu 2 ári Ég nenni ekki að byrja þáttum þessu Nei, veistu hvað, við verðum að Jú, ég er í geggjum Við verðum að það tækla þetta Í Sviss, það var enginn að tala um COVID í Sviss Ekki einn maður Einu sem fólk tala um í Íslandi er COVID Ekki heldur á Tenerife, málið það Við erum ít undir, við erum að tala um þetta núna Já, en ég ætla samt að segja ykkur Mér langar samt að segja ykkur það Því að þú veist, þarna úti Það var það þannig Þegar þú mættir einhverjum Þá settur á þig grímu Það er allir með gríman á hendinni Þú tekur bara tvöfald að tegja á úlliðin Svo tekur hann bara af þér Setur hann að þú lappar hann á veitingasta Tekur hann af þér þegar þú sest niður Og þetta er bara alveg vani Það er enginn að tala um þetta Þetta er bara, þú náttúrulega skilur ekki hvað þau eru að tala um Kanntu spænsku? Já, Óla Fylgist með mainstream media Það kann ég það, ég kann alveg spænsku Ég er bara að segja, maður sá alveg dagblöðina nút og svona Máli er, ég hef heyrt þetta Já, ég hef heyrt þetta síðan í Ítalíu og Fraklandi líka Já, máli er það Við þurfum að hætta að ræða þetta, okkur eru við þá því? Nei, við erum að lesa yfir þeim sem er að ræða Máli er að heimurinn veit að það er COVID Það þarf ekki að segja fólki á hverjum degi Það er COVID Fólk á að vera með grímur og fara vallega, þú veist, hérna, skilur sjá sínar eigin sjónterning og allt þetta En það þarf ekki Býttu, var hann að skjóta Já, hann hefði eftir honum Nei, víði Þetta getur komið á vísi Ég var ekkert að hermætti víði lítið úr víði Nei, ég elskar víði Personlega sjótverðin Já, sem er víði sem víði segir Mér finnst bara veira leiðið Ég var ekkert að gera grína víði Hvað er þessi, ég lélast eftir henni heimi Þetta var víðir Herru, allavega Þetta fannst mér Af hverju þurfum við samt sem þjóð Af hverju þurfum við sem þjóð Að tala um veirun og kvöldi Getum við ekki bara tala um Ég held að engin þjóð í heiminum fjalli meir COVID en Íslandíkur, engin Og ég er ekki að tala um einhverjar Og það maður heyrir bara Það er enda á rauðlis Þetta er ekki alveg búið Sér pakkaði Þórólfur saman Ég dílítið þessu rakningsappi Sendur hann á Messenger, hörðu, rakningsappið Það er farið hjá mér Ég er ekki lengur með það, veist það hvað ég dílítið það Ég er ekki að fara í sótkvíð aftur Ég fór okkur eins og í svona semi-sótkvíð Úrvillisótkvíð, ég ætla aldrei í sótkvíð Þannig að nú getur ekki að trakka mig lengur I deleted it Hvað þarf að gera því, motherfucker? Má það? Hvað ætlar að banna með það? Ræðum að eitthvað sem er rakningarappi ekki? Ég veit ekki, ég er aldrei downloadan inn á appi Nei, því ég fór alltaf að stressast upp, ég er ekki með það Skildaður með það? Er þið ekki með appið? Ég veit það ekki
Myndi ég sjá það í símanum með það? Já, þú ert að setja það upp sko. Ég man alveg hvar ég var, ef einhver ringir í mig hvar varst í dag, ég veit alveg hvar ég var málega, ég var það eitthvað gefin, ég setti það upp sko. En ég sendi Þór, ég má díla það sko. Já, já. Hörðu, og eitt punktur, Reykjavík marathónið var offað. Íslendingar eru svo miklir aumingjar. Við erum svo miklir aumingjar. Ef þú fer að striki núna, ég kaupi það er svo mikið að fólki að labba strikinu, miklu þéttara krát en í Reykjavík marathóninu. En fólk er að labba á strikinu. En við offum hlaup utan þeirra. Þessi veira smitast allir utan þeirra. Ég sagði að það myndi Þórul á chatinu í gerð. Nei Hvað er offa Reykjavík marathónu? Já, mér er drullu sama. Þetta hlaup innan þeirra. Já, en ég er ekki að tala ég er ekki núna að tala um einhverja takmarkanir og allt þetta dót. Ok, það er allt önnur umræð. Ég er bara að tala af hverju þurfum við að tala veiruna. Já, eigum við þá ekki að tala bara eitthvað annað? Jú, það er rétt. Ég tala til þeim þú veist Jullur eða eitthvað? Nei, við getum verið. Akkur ættu að þrýra. Hvað finnst þér að, já, ok, það er ekki umræð. Ef að sitja 3 fertur og tala jullur. Var það bara þín uppástunga á næsta topiki? Fyrst, við getum ekki talað COVID. Herru, hvernig kom Steindór tekjublaðinu? Þú varst nú með það alltaf hérna. Herru, hann pakkaði okkur saman henni eitt árið. Við eigum ekki breykja. En er hann næst tekjasti listamæður þjóðarinn ennþá? Ég sá mig aldrei á neinum listum. Nei, hann pakkaði okkur saman sko. FNÍ Veistu hvað mest pyrrandi í það? Af því að Steindi sendi okkur mannstu fyrir 3 vikur síðan. Þú ætla alltaf að pakka ykkur saman í tekjublaðinu. Já, hann pakkaði okkur saman. Það var svo helviti fyndin. Ég held að fólk bara, veistu að það sér ekki eins og í gegnum þetta blöð. Það bara trúið þetta sem þú ert að segja. En málið er að eina ferðina, var Steinþór efstur. Já, ok. Var ég að pakka ykkur saman? Já, mér það svo gerist. Voru við ekki bara allir með svipa? Voru við ekki bara með svipa launa? Hann var skráður, hvað ég var í fjölmjölum, hann var skráður sem listamann, eða ekki? Flokkar þau sem listamann, Steindi? Já, ég ger það. Hann er en artist, sko. En artist? Ég er reynda að flokka mig líka sem fjölmjöl. Ég er reynda með því flokka blöð líka sem er en artist, sko. Já, ég ger það líka. Ég flokk ykkur báða sem listamenn, ég veit ekki hver. Þú flokkar það sem trúðu þig ekki, þú ert alltaf að segja það. Ég er undir athlete sama. En ég er muscular. Mér finnst við bara að vera að búa til list akkurat núna. Búið til list. Þessi þáttur? Já. Hann er langt frá því. Nei. Mér finnst þetta að vera hágæða list. Við erum að reyna að skemmta landunum. En ef Steindi pakkar okkur saman aftur næsta ári, þá er brekka hjá okkur félagunum. Hann er að pakka okkur saman repeated. Ár eftir ár, sko. Já, einmitt. Þetta er niðurlægandi. En við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag. Það ekki? Jú, sko, við erum með geggjaðan klefa. Það er langt sérna við erum með, við fórum í stigagangin. Það eru margir búin að byggja um stigagangin. Og þetta er fyrst í langa tíma og hann heppnaðist fullkomlega. Hvað koncept eru þið með þar? Steindi þóttist vera læstur í skottinu á bílunum sínum. Það eru hjón að hjálpa honum. Þetta var yndislegt. Ég dykka það alveg, sko. Ég elska að ringja bara í eitthvað fólk og þykjast vera læstur einhvers staðar inni. Hún var líka svo góð konan, sko. Hún myndi allt fyrir að hann gera það. Já. Og Guðbjörg, svo erum við með, sjálfsögðu þekkið ekki, spurningkeppni Gilsþannans. Hvað er áttur í henni? Ég glemdi að spyrja það í dag. Ég er með Amazing Twist. Ok. Út af því, við erum með svona tilkynningu eftir, ég get skúpaði að í blöðkastun á þriðdaginn erum við fyrsta skipti FNÍ blöðkastið on camera. Já. Þannig að við erum í mynd á þriðdaginn. Við erum ekki lengur radio, við erum radio/TV. Erum við því, djúðlar það gaman. Sko, myndu við segja þetta ekki, því að núna erum við að fara að vera í mynd reyndar bara inn í blöðkastunum. En erum við þá orðin, er þetta TV-sjó? Nei, þetta er enda bara podcast. Er þetta ekki podcast slash TV? En máli allavega, það sé að vera hugsa át, við erum að vera í mynd á þriðdaginn og með award-winning studio sem við erum að vinna í og svona. Ég er með King of Being a TV Star. Út af því. Ætlar að tengja við hver er meiri sjónvarskóngur? Þetta er út af því þeir eru báðir kóngar. Það hlýtur að vera. Sko, Öddi, ég myndi segja to the wire. Ég myndi segja að ég var underdog þarna. Öddi byrjaði fyrir í sjónvarpi. Steindi, þú búin að gera kameri núna ykkur 10 ári röð. Sko, ég er spennt fyrir þetta verið fyrsta sinn sem FNÍ blöð eða blöðkastið er í mynd heilan þátt. Já, við erum ofta ekki sendt frá fans, okkur drulleikur ekki mynd og við erum að græja það. Já, vestu mistök allra tíma er samt að Egill er að hanna stúdíóið. Já, sko, hann er náttúrulega ekki að hanna Ég ætla að koma ykkur óvart. Því að þetta er green screen stúdíó og ég er að velja the background. Ok, sjáu það á þriðdaginn. Og það er þriðdaginn. Inn á FM 95. Já, King of Being a TV Star. King of Being a TV Star. Byrju, ætlaðu þú að fara í hver er nettari? Hvor er nettari, já. Hvor er nettari? Já, ég sem sagt, hvor er nettari? Já, það kemur aftur og hérna, þetta er búið að vera virkli árs. Ég hendi ykkur í hvor er nettari. Var þetta ekki ykkur algjör steipa? Nei, ég búið að gleyma þessu líka. Steipa, nei. Basically, ég notaði þetta mikið þegar Sveppi kom.
og lét þig og Sveppa keppa. Egill hefur keppt eitthvað í þessu en ég fekk skilabóðum daginn. Ég ætla nú ekki að ljúga og segja að margir voru að senda mér eins og fólk segir oft. Það var ein stelpa. Er það stærsta lígin á Insta? Það er allir að senda. Herru, það er allir að senda á mig að biðja eitthvað hérna. Það er alltaf ekki fólk að senda á mig sko. Ég er alltaf að svara þessu liði Við notum þetta mikið í 70 mínútum þegar við vorum endur sína falda myndaðal vegna fjölda áskoruna höfum við ákveða endur sína þessa fjölda myndaðal það hefur enginn búin að senda að skrifa Nei, en málega er að það var samt ein stúlka sem sendi og sagði hún lendi í atviki í Kringlunni það sem að hún var að vera eldan eða? Nei, það var bara, hún var bara að labba í Kringlunni og hérna, hún skrifaði sérst að voru einhverju strákar herru, það er ekki hægt að hanga með það voru strákar það voru strákar í einhverju boltaleik og spörkuðu einhverjum bolta, þú veist, og hún dattnast um hann og eitthvað svona og henni vantaði einhverja svo netta línu til að henda í þá þú veist, hvað átt hún að segja við þessu og hún sagði, getur þú hendina lið aftur ég ætla að svara kallinu og ég ætla að gera það hræðilegu liður og þetta eru þrjár aðstæður sem ég ætla að henda ykkur í og eftir og aðtúa hvor ykkar kemur með nettara svar og svo er þú eftir í hérna þekkið ekki að ég fór inn á Instagramið mitt og bað fólk að hjálpa mér þannig ég á ekki þessu spurningar þið vita en þær eru Já, þú er búin að fría það ábyrðið þar Nei, en þær eru ekkert svo slæmar Það eru nokkra þarna sem að ég hlakka til að spyrja mér þessa Þannig að Stóni, þurftur að fara í test á tenni áður vorst heim Já Hvar? Hvar á tenni? Where? Ég bara fór í á góðspurnunum Nei Ég pantaði bara Leifum ekki að svara Ég pantaði inn í abakarinu bara hjá einhverju simpansa Ég bara pantaði test í lobbyinu Það kom bara læknir á hóteli Hæ? Já Það er lúksus Tók bara hótelin bjóð upp á þetta núna Hóttelin í lobby og sagði bara, hörðu Það er test Ég sagði bara, hörðu, hérna ég er spóið að fá test á morgun Og þú þarf bara að taka svona rapid test Færði það bara á korteri Svo færði það bara mail, staðfestingu Og þú bara sýnir þetta bara Það er ekkert mál að ferðast núna sko Þú ekki að fara eitthvað leikvang Nei Er ekki orðið helviti langt síðan Það var sól á þróttarum Jú Sól og Hólm okkar besti maður sér vel gráður í það Ég held að sé bara hræðilegan dag Ættu að fara heyri í kallinum Já, sko hann er bara að byrja með nýja sýningu Eftirhermið sýningu sem ég hlakka mikið til að sjá Ég ætlaði með þetta að heyri í honum Akkur er hann ekki með Richard hann á plaggatum Því að það er enginn sem tekur Richard betur en Sóli Ég held að með þetta hjá Sóla séu komnir inn á tix.is og við plöggum nú okkar besta manni til ekki að því Ég er spenntur fyrir þessu í Bæjabí og Hafnarfirði En við erum í gýr, vonandi þið líka kæru hlustundur og endilega senda okkur hvar þið eru að hlusta ef það eruð í stuði En að þið eru með fullan bát, það var ekki fullan bát í síðasta föstudag Þá ætlum ég að fara bara back to basics, lagi sem vorum alltaf með þau Verð ekki mikið betri lögin, Bubbi Mortens, Serbin Og við erum opnað nokkra þætti með þessu lagi Þetta lag er sturla Og minna, hann kom sem gestur og vorum að spyrja um þetta í textan Hvað sagði hann áttur? Hann samdi þetta hann í einhverjari tjamferð með Rúna Júl Já Það var mjög gaman að spjallaði Bubba Við þurfum að fá hann aftur ykkur Já, ég bara eins og með tónlistum með nokkar Ég hefði getið gert 6 þætti bara hann held En það er hins vegar komið að slúðri hér í F9 Blö Brakandi fersku erlendu slúðri Já, íslensk slúður Þú varst með Gumma Gíro og Línu á tenni, sagði okkur Hitturu Gumma Kíró og Læn Já, ég sá þau á flugvöllinu Þau voru á leiðinni, ég held að þau voru sömu flugvöll og Stóni Já, voru sömu flugvöll, stóru fjölskyldan Og svo hittu þau einu sinni svona bara Við vorum bara á röltinu Og svo rákustu á þau og þá var Kíró Hann hefur látið braka oft í mér, hann er geggjaði Kíró braka hann er mjög góður Ég reyndar klikka á því, ég hefði náttúrulega átt að láta hann braka Ég er náttúrulega með 3 brjósklós Var hann alltaf gutsiðar upp? Leiðir er svo a piece of shit þú mættir honum sko Hann elskar the finer things in life Lýstu fyrir okkur, í hvernig fötum varst þú og í hvernig fötum var hann? Ég var bara Varst hann svo aumingi bara? Ég haf bara stuðið upp sem á hlýraból og ég held að hann hafi verið með tárringi og þaumalringi, gullkeðjur, gutsiból stuðið upp sem með veski Basically pakkaði saman Nei, já, bara var gaman að rekast á þau og ég beði að hilsa þeim Ég fór eins og dinner til Gumma Kíró og það var eina skipti sem einhverju Þeir þekkist bara og það var eina skipti sem að einhverju geði Ásgeiri Kolbens að run for his money í gæðum í matabúði því að ég kom að inn, ég bara að horfa Gumma Kíró í eldhúsinu Ég var aldrei séð svona Fólk veit að hann er góðu kýrópatur og hann er fashion icon og influencer og allt það Fólk veit ekki hvernig Gummi Kíró er í eldhús Það er rosalega Gummi Kíró Það er alveg fashion icon Það er það sem hann er Getur þú sagt um En ég ekki tekið undan, hann geggjaði Hvað sástu, hvernig er að sjá hann í eldhúsinu? Já, hann var í eldhúsinu og þú veist, hann svona var að spjalla alla meðan hann var að skera eitthvað drasl niður, hann var alltaf að mixa eitthvað, hann var alltaf að gera eitthvað
og síðan var hann með svo mikið meðlæti, ég sé svo mikið meðlæti, ég byrði þeir ykkur steik og bara steik og kannski sæt kartabla. Ég vil hafa þannig, ég vil ekki fleitt svona meðlæti. Skálan ykkur, þetta er þetta tremolin hérna og síðan þetta tremolin og ég var bara mess, ok? Ég skil ekki orða það sem hann sagði. Þú varst eitthvað að fatta það? Og síðan sýndi hann mér eitthvað vinskap, síðan er hann eitthvað rauðvísjárfræðingur líka. Tók ykkur flösku upp á 1752 eða eitthvað. Opnaði? Já, þú veist, ef hún sé frá 1752. Ok, allavega, hún var gömul og hún var góð. Þannig að hérna, sko, matabóð hjá Kolb eða Gumma Kíró, það er svona eiginlega toppurinn í. Mér finnst að vera að gera svolítið lítið úr The Taco sem að Rakel gerði fyrir okkur. Það er bestu taco sem það er. Það er að tala steik. Gauðra líka. Þeir hafa aldrei gert taco. Voru við ekki líka blind fullir þegar við borðum tacoið? Já, reyndi að vera að gefa, sko, það var eitthvað bestast taco sem fengið að. Já, málega þegar ég kem heim til mín og fæ mér rista brauð, það var fucking geggja, ég er blind fullur. En það reyndar þetta taco í ruglunni. En málega þetta taco, við vorum nú ekki þannig, tacoið var störla, sko. En þú veist, Rakel kann, hún er góður kokkur. Heitir ykkur fleiri celebrities á tenni en Gumma Kíró og Já, ég fytti, sko, það var full vel af einhverjum celebrities annars. Það er svoleiðis. En má ég fara í slúður? Ég er með fínan pakka. Já. Og Ertu með bíber? Má svo sem fara í slúður? Ertu með bíberinn? Nei, en bíberinn lítur ekkert alltaf vel út. Nei, ég ætla að minna á það. Ég var búin að segja þér að bíberinn myndi fara út af sporinu enn og aftur og hann lítur út þannig að hann sé komin út af sporinu. Því miður, og minn maður. Veit það ekki. En sko ekki þið maður og hatar hann sko. Nei, hann setja með heim maður. Mist hann geggjaður. Ég ætla að byrja á Jennifer Lopez. Wow, J-Lo. Við erum allir team J-Lo. Sérstaklega þú held ég. Ég er dýrkana. Já, ég veit það. Mér finnst hún bara að gera þetta allt rétt einhvern veginn. Money Train er mjög vannmeti mynd. Hún er hætt eins og flesti vita með Alex Rodriguez og byrjuð með Ben Affleck. En núna er hún búin að eyða út öllum myndunum af sér og fyrirvandi. Það er að segja Rodriguez, A-Rod. Og hún er líka hætt að fylgjónum á öllum samfélagsmiðlum. En hann er hins vegar ennþá að followa hana og er ekki búin að eyða myndum. Hvaða er ruglið þetta? Er eitthvað svona hætt að followa þetta? Ég ætla að taka þetta like tilbaka. Eiga ekki fullt af börnum saman? Nei, það er engin börn saman sko. En hún er ekki reyndar, þetta er góða punktur. Hún er ekki búin að eyða myndunum að fjölskyldumyndum þar sem hún er með börnunum hans og hann með. Mér ánum þetta fólk sem er að vakta sko, hvaða celebrity, sko, hvernig follow og unfollow liðið er á tann. En ég ætla að sko, það sem að mér áhugavert við þetta er myndu þið unfollowa fyrirhandi? En er ekki ef þú komin í nýtt samband er það ekki skrít og sett með myndir af þér og fyrirhandi í einhverjum kostum kannski og ströndin? Já, þú veist það er alveg já, kannski svona mögulega þegar þú segir að kannski að taka einhverjum svolítið myndir niður. Já, ég veit það ekki, en þú veist. En ég follow fyrirhandi er það er erfitt topic held ég myndi ég segja. Allavega átt fara að læka myndir af fyrirhandi ef hann eitthvað sé bara hvað, þú veist, það geti alveg verið vinir en það eitthvað, þú veist, og kannski í bikini og lækar fyrirhandi, það var eitthvað illa séð kannski, ég veit ekki, það eitthvað ég held að tengist nú rosalega líka mikið, sko, tengist þetta ekki líka bara hversu langt er liðið og hvar á ert stattur í lífinu og á hvað staðir og svona, þú veist, ég meina er það ekki? J-Lo er að followa Justin Bieber og Miley Cyrus. God damn it. Nei, ég er bara að tjekka hvernig hún er að followa 1300 manns. Það er bara, hún er að followa heldur mikið að liði. En það er ógeðslega skrítið að vera, sko, það er ógeðslega skrítið ef þú myndir fara núna að vera í heimi í kvöld byrja að unfollowa kannski. Nei, menn ég followa ennþá Írisi fyrirhandi. Já, nákvæmlega vinni, sko. Þá er það næsta slúður og það er af The Weeknd. Herðu, hann var að splæsa í hús. Já. Núna væri gott ef við verðum eins og á þriðjudaginn, þá verðum við mynd og getum við sýnt þetta í pottinu, en sjáu þið, þetta er húsið. Þetta er ekki lítið hús. Nei, það kostaði $70 million. Já, það er dýrt. Hvað er það í íslenskum? Hvað er dollarin í? 135 eða eitthvað. Já, þetta er dýrt. Þetta er eitthvað 70 sem 135 miljónir. 12 miljardar. 70 sem 135? Já, þetta er slatti. Og hann er núna kallaður The New Prince of Bel-Air því að hann var að kaupa þetta húsi í Bel-Air. Það virðist vera nóg til hjá hann. Já, ég meina, hann er einhver vinsall en hann í heiminum í dag. Nei, ég er búin að segja nokkur sem ég langar mest á tónleikum á honum. Þetta stemmer þetta? 9.450 milljónir? Það stemmir. Hann var að kaupa sér 9 miljardar króna hús. Þetta er samt ekkert svo dýrt hús í rauninni með að þið sko það sem þetta celebrities er að kaupa, þá er $70 frukar bara reasonable, hann er ekki alveg skynsam með peninga. Nei, ég fór náttúrulega að skoða það. Það sem að liðið er að kaupa er svona 5 til 15. Þetta er rándýrt, já, þetta flokkast þeim dýr fasteign. Þá verður að gefa honum, hann á að leika skilið. Já, en hvað ætlar hann að gera í þessu húsi?
sofa og halda matabóðu eitthvað? Hvað? Nei, ég er að segja, þú veist, er þetta ekki, þú veist, ángríns núna, er þetta ekki svona 3000 fermetra hús? Þetta bara, ég var að skoða myndir þess, það eru sundlögur út allt og eitthvað. Þetta er stærri en höllin. Hann keypti þetta, hann ekki að leigja þetta. Nei, hann keypti þetta. Oft segir celebrities þessu kaup eitthvað sem það að leigja. Svo var hérna síðasta slúður Cameron Diaz, hún er búin að kveðja Hollywood og hefur aldrei verið ánæðri. Hún dró sig úr öllu og flutti bara frá Hollywood. En sko, hætt að leika það? Nei, jú, nánast. Hún leið á ruglun sem fylgdi. Já, og bara kvíðan sem fylgdi að reyna að halda sér á toppnum og eitthvað. Ég er ánægð með hana. Hvar býr hún og hvar hún ég sá það ekki. Fylgdi það, veist? Já, það fylgdi. Nei, ekki LA lengur þá. Nei, hún er bara komið til Texas. Ekki bara Lake Como eða. Sko, Texas, maður, er það ekki staður sem við félagarnir þyrftum einhvern veginn að enda á? Já, við ætlum nú einhvern veginn að vera með podd í beinni frá Texas? Þyrftu ekki fyrsta poddi sem er í beinni frá útlöndum að vera frá Atlantic City? Þú veist, við getum farið á það. Ég meina, það er það bara alltaf að sína Íslandingum hvers konar hellhole þetta er, sko. Því að fólk fatti hvað þetta er ógæslegt, sko. Og við erum mjög að síðast að sénast líka með að ná AC ára deg, sko. Þegar borginni verður lokað. Það er búið að spá því. Já. Varstu ekki að segja það? Þú varst að hlusta á podcast. Já, ég meina, þú veist, hún er náttúrulega bara borgin á ekki breyk í dag. Hún er í niðurníslu. Og hvað þú eftir COVID? Fólk gamlaði minna í COVID, eðlilega. Hún er búin að vera í niðurníslu bara síðan ég byrjaði að mæta hana fyrir 10-15 ára. Skuldum auglýsingar, svo er það þekki eða ekki. Ástuðu fyrstu sín hér í FM 95 Blö. Og já, það er eins og þeir eru fullu bátur og við erum í Fantagír og það er komið að dagskrálið, drengir, sem er svona með nýrri liðunum hjá okkur og einn af mínum uppáhalds, þekki eða ekki. Þannig að ég ætla að setja hérna lagið á með Gittirinn og Jóni Jónssoni. Svona, þetta er svolítið kósi. Þarna. Og þetta er nýður hérna á sem föstu degi. Já. Er ekki gýr annars? Jó, ég er að fara í partí í kvöld. Ég er að fara að lími í kvöld. Já, þú ert að vera í 50-samli hjá King Café Cruise, maður. Það er rosalega fyllibita sem ámæli í kvöld. Spytu, hver er það? Tómas. Tommi er topp, maður. Já, hérna á Café Cruise og hérna á Tryggvaskólanum, Tómas Þórótsson. Já. Og séðan er skemmtilega við það, sko, er að hann er fyllibita en Örvar Þór Guðmundsson sem er ásvælast að fyllibita Hafnarfarað, hann verður hann. Þannig að þetta verður álöfur veistla. Er þetta í Hafnarfirði það? Nei, þetta er á Selfossi. Ég er bara gistinga? Ég tók bara hótel Selfoss. Það sjálfsögðu gerur það. En það ríkast við með fyrir að bjöka. Stæður að seipa sér eitthvað fram og tilbaka og já, það er sniðugt, sko. Það er líka spa á hótel Selfoss, sko. Ég verð þar í fyrramálið. Já, mikill spa, maður. Það er fullur og reyður þar. En það þarf ekki að reyður, nei, það er rosa skrítið ákveðlega að vera fullur og reyður. Herru, drengir, þekkið ekki. Mér langar að koma samt inn á eitt örstuð ára við byrjum. Þegar við vorum að tala um Reykjavík-marathonið í byrjun þáttar. Að því að hlaupið er off, það eru svo margir búin að senda okkur. Núna segir margir, þá eru margir búin að senda okkur að það er hægt samt að hlaupa, þú veist, út að hlaupa og það er ennþá, þú veist, ég vissi það ekki. Ég held að söfnun var off. Nei, söfnunin er á milljón, hlaupastyrkurinn er á milljón. Það er í raunina sem skiptir kannski mestu máli. Þannig að þú getur ennþá, það er mikið að hlusta fólki að hlusta okkur sem drullar cash og er að bara eyða penning eitthvað nefnilega, veist. Fólk er alltaf með einhver uppað sem eyðir hverju ári í gott málumni. Ég er bara 500 kall skipt. Það eru mörg góðgerðarfélag þarna sem þetta er eini styrkurinn sem það fær. Bara einu svona ári. Það hvetjum fólk til að hlaupa og safna áheitum. Og það er safna til 20. seft. Eða ekki, er ekki rétt? Jó, bara borga, leggin á ykkur. Og í fyrra söfnuðu 72M. Það er bara komin á 22-3 ár núna. Allan ólítið. Nú það fólk að rífa sig í gang. Hlaupastyrkur.is. Sammála. En það er komið að þekkja ekki og hvor ekki vill fara fram á undan. Það er öllu saman. Þetta er hræðilegt. Já, þá ætla ég bara að fram á undan. Það er ekki öllu saman. Þetta er hræðilegt. Það er fínt að nei, ég veit það. Er betra að fara hvort er betra? Bæði slæmt, sko. Já, ég fer bara fram. Drullaði fram. Ná er drullastu framstjóni Steinda kveðja á stúdíóið. Náði vattur okkur. Kaffibólla líka. Egil. Yes. Næstu tilbúin í þetta. Það er alveg, ég lofa. Það er ekki, ég var að skoða þetta betur. Oft verið verri. Já. Ok, það róa mig. Og það er nokkur andar sem ég er bara forvitin á. Einu dagskrálinn er fríðin blöð sem ég stressast upp fyrir. Samt ekki, er það? Já, það er bara verður svona alveg stressast. Ég er ekkert að ljúga því í blóndi. Nei, við ljúgum ekki að hlustundum. Nei, bara hannig. Ertu ready? Já. Hver er uppáhaldsstaðurinn á Íslandi? Uppáhaldsstaðurinn minn? Já. Á Íslandi? Já. Þannig getur ekki sagt ströndin. Nei, það er sagt hérna í heiminum. Það er sagt tenni. Já, sem er rosa skrítið, sko, því að þú er farið til Miami og já, ég fætti Miami, en mér leiði betra á tenni. Það er rosa fyrir það. Það var satt gaman á Miami, en það var bara öðruvísi stemning. Já, en á Íslandi? Sko, það sem poppar upp
þú veist gimmið Er það uppáhaldsstaðurinn á Íslandi? Mér líður velar gerðu það. Böðin á Húsavík Þannig að mér skaman í böðuna þar Það er út af Oni með Ocean View og fara að refreshing beverage Já. Mér skaman á Sjallanum Akureyri Besti skemmtistöður landsins sko Stóri sérumann og Já, ég þarf eitt svar Bláa lónið Já, þarna ertu þetta Grímsnesi sko, það gamla settu á bústað þar Mest helviti gaman að hafa í bústað þar Það er svona staðinni sér að poppa upp í hausinn þá með að sko út að put me on the spot Blondale Já, ég bara þarf svar Böðin og Húsavík Böðin og Húsavík, ok, það er nú góð auðlýsing fyrir þau hérna Þetta er Norðurlandið okkar staðar Næsta spurning Hvað ertu niður í kasínó? Ok, þau segir casino bara, Það er ekki online gambling Það er því ég mættur inn í casino Já, bara hvað heldur þú að tapa miklu í kasínó á lífsleiðinni? Ok, ég er aðalega rúllettu og crabs En ég er the shit í crabs Manstu þegar ég sé því ég voru í crabs We got a shooter, ég man eftir Það gerist bara einu Ég tapaði sinni í krónu þar, sko. Nei, en það gerist bara einu sinni Sko, ég lélugur í blattjack Ég skil ekki blattjack Mér ávala að greindaðastölu Ég get ekki plúsa þetta saman sem þú ert góður í Ég er ekkert góð, þetta er að lettast að heimi sko. En ég er góður í rúllettu Nei, það er ekki hægt að vera góður í rúllettu En ég er ekki að spyrja því, í hverju þú ert góður Ég er að spyrja hvað heldur sér niður Ég er að hugsa upp átt Því að sko, ok, heiðalegt svar Já. Með öllum AC-ferðum, Vegas, Amsterdam Alltaf staði sem ég er gamblað á Sko, ég fer alltaf ódýrustu borðin Já, við erum allir þar. Sko, ég raunin, mér er sama kikkið Að tilla sér á okkar, veist, $100 borð og $5 borð Í rauninni, sko Já. Það er bara gaman að tilla mér Sammála því. Fá maður að beverage og spjalla vinni minn og gamla Þannig að upphæðin er í rauninni Þarna aukaðir, þó ég er gaman að setja þess að herra upp að okkur fótbollalegi sko, en hérna heiðalegt svar líka svona 2,5 miljón 2,5 Þá var það uppáhaldsveitingastæður á Íslandi Sko ef við erum að tala um fine dining þá náttúrulega bara segja sér sjálft það er punk Ég hef ekki farið á veitingastað oftar undan hún árum en punk því að sko ég fer ekkert oft í fine dining en þegar ég gera ég vil að fara þegar nokkuð sunnum á apoteki og fleiri staði og svona En ég elska punk og það eru með mjög Instagram-vænt 3 sem ég elska sko sem mjög gott fyrir myndir og síðan er Kolfóðar með kolbsteik og hann með muscle mule þannig ég segi minnst það besti veitingastæður landsins í dag Góða veitingastæður, ég er reyndar persónulega hefði sagt apoteki en ég dýrka punk Fjórði og síðasti skrítnasti samlistæðurinn, þetta kemur frá Insta Úff Það lið, sko Þegar við tökum spurningar frá fólki á Insta þá endar alltaf í ykkur Já, þetta er ekki, mér stæðs ekki það gróf Út í það farið Skrítnasti Eða undarfarið er bara Nei, bara svona, já Eilífu, bara Ok, það er svoleiðis Það sé ekki sófinn Sófinn? Já, þú veist Vælilegt fólk horfur á enska boltan í sófanum sko Sér fer það bara inn í Settenbryggju og stundar samlið það sko Hefur ekki verið utandir eða eins og neða? Já, ég veit það ekki Ég er svona að þú segir það mögulega eitthvað tíman Ég held að ég segi sófinn Sófinn skrítnasti Blöð, þú getur ekki búlið mig að segja hvað ég var að svara sko. Ég segi sófinn Já, ok, drullar út Við nefnum ekki að hafa þetta lengur Thank you Náði stenda Svo hvað Stendur komin inn Það kom aðeins hérna, meðan þið skipta Finnst ykkur ekki góður á tökkun? Akkur hann að sprauta svo mikið ylvatn á sig Ég skilða það ekki Hann setur bara og sprauta Ég labbaði hérna inn, ég fekk bara hausverk bara að ég labbaði hérna inn Í miðri útsendingu líka Hann er að fara heim í sturt og eitthvað fyrir ammali Akkur hann að sprauta á sig ylvatni Og við erum bara einhver 3 fertuði kallar hérna og hann að sprauta á sig ylvatn á fullu Hann er alltaf aðeins Herru, þekkið ekki, ertu tilbúin? Já, ég er klár Ekki fínt að vera hans laus við íl Jú, það er bara geggjað sko Njótu þess Fyrsta spurning Já. Hver er uppáhaldsstaðurinn á Íslandi? Þeir eru 2 sko Ok Mér langar sko City of Joy Akureyri er aðna upp þér en það er Álafoss-kosin í Mosbæ er geggjuð Það staðurinn, Álafoss-kosin Nei, það er nefnilega ekki staðurinn Nei, Hann er í öðru seti Ok, hvað er Hann er fyrsta? samt geggjaður Það er Seyðisfjörður Seyðisfjörður, já, ég fór þar, það var ógeðslega flott Já, Seyðisfjörður það er eitthvað við að vera þar Já, það var það næsta Hvað ertu niður í kasínó á lífsleiðinni? Bara total Já, svona ballpark Sko Kynntist þessi í evróska draunum Já, sko á fyrsta kasínóferðin í Rúmeníu Já, sko, málið er að Gleymin aldrei Nei, málið er að hérna Það sem að var bara Ég var svo hrættur þegar ég var að fara með þér í fyrstu mína Sko,
Það var bara skilti, máttu ekki koma með byssur inn. Ég var pínu stressað það líka. Það var óþægilegt. En málið að ég man eftir því að ég var verktaki þegar ég fór í Evrópsku drauminn og ég fekk bara einhverja ákvæmna upphæð til að gera sjónvarseríuna sem var dílað við mig. Og ég kom heim í tapi eftir Evrópsku drauminn. Sem ræðileg. Af því að það ekki gott sko. Hugi Halldórsson producent, hún tókst að bóka hótel á öllum áfangastöðunum, það sem var kasínó í kjallarunum. Og það var ekki gott. Viljandi gert held ég. Herðu, ég sko, ég var að gefa okkur það, þú veist, við erum smá ríl. Hvað maður, þú veist, ef maður fer í svona spilafíklaferð, þá ertu bara að eyða pening eins og myndir eyða í einhverju annari hefðbundri ferð sem tekur jafnlangu tíma, 4-5 daga ferð. Já, þú þarft ekkert eitthvað að break it down, bara hvað heldur að sé Já, ég er bara að hugsa bara, þú veist, ef ég segja, hvað ég segja, 200-300 á kasínó. Ég veit það ekki. Ég hef aldrei unnið, sko, ég hef alltaf bara að tapa. Og þá nú er það bara margkvæmt að hvað ég fara oft í kasínó. Hvað heldur þetta að sé það? Nei, þú veist, þetta er alveg bara ógeðslega uppæð, maður pælir í núna. Þetta var samt gaman. Já, þetta er búið í 10-11 ár. Já, ég veit það ekki, sko. Þú veist, kannski, ég veit það ekki. Þetta er hræðilegt að tala með þetta í rauninni, sko. Að hugsa þetta. En það var gaman. Já, hvað ætlar að segja? Hvað myndir þú segja? Ég meina, við erum ekki að kaupa flöskuborð og eitthvað þrjóður meðlendis. Nei. Kostar svip á veiðum í Gambling. Já. Ég var að segja 3-4 milljónir. 3-4. Ok. Þá er það þriðja uppáhalds veitingastæðurinn í Íslandi. Það er Tapasbarinn. Já, það er svona, hann er búin að vera bara í mörg ár. Hann er geggjaður. Alltaf jafn gaman einhvern veginn að koma á það og bara, hann er svona uppáhalds. Já, ég er sammála því. Ég er að fara með þess að Reykjavík Meet í kvöld. Nei, í kvöld á morgun. Fjórða og síðasta skrítnasti samlífsstaðurinn. Það er Bátur. Bátur? Já. Er það þarna þegar þú voru í ferðinni? Fennum, já. En var það bara Edda Björg sem við liðinu þar? Hvað segirðu? Nei. Er það? Ég veit ekki. Nei. Er það? Ég var ekki þarna. Nei, hún var ekki þar. En voruð þið ekki allir hópurinn að gista í bátum? Nei, það var nú einhver... Var það bara ykkar bátur sem var að rugga? Nei, það var óveður. Þannig að allir bátar á brygginu rugguð. Nei, þetta var svona bara lúmst. Hvað er lúmst? Æ, þú veist, þetta var bara stemning. Ekki læti. Nei. Herru, Egil! Þetta var bara þægilegt. Já, veistu, þetta var bara nokkuð þægilegt þetta. Ég segi það. Ég er óþægilegt. Nei, þetta var bara þetta er oft verið verri. Þetta er aldrei þægilegt, en þetta hefur verið mikið. Ég hósa blöð fyrir það. Þetta var ekkert svo óþægilegt. Þú hringdi náttúrulega daginn í konundur okkar. Já, það var í podcastinu. Já, það var í podcastinu. Til að aðtuga hvort við varum að ljúga í þessum lið. Já, það kom vel út úr ykkur. Þið eru að segja satt. Steindi, ég spurði Egil hver er uppáhaldsstaðurinn á Íslandi. Hverju svaraði hann? Uppáhaldsstaðurinn á Íslandi er... Það er Akureyri. Nei, Böðin í Húsavík. Varst nálega því sann, sko. Ég sagði Sjallinn Akureyri, sko. Sagður þið Sjallinn Akureyri? Já, ég var að hugsa upp átt, sko. Fæ ég þá hálft? Nei, ég sagði Böðin. Talandu Sjallan, þyrstu við ekki að vera með annað jólaball? Jú, ef að Þórólfur gerði sig, mögulega, þá getum við hatt jólaball, sko. Ég spurði Steinda sem er spurningu, hver er uppáhaldsstaðurinn hans á Íslandi? Wow, sko. Hann er gamer, elskar óvallar mat, elskar his mansion. Nei, ég meina eðlilega líður hún náttúrulega bara verið í the mansion, en ég held að já, sko, eftir nýjastu upplýsingar Sky Lagoon, myndi ég segja. Það er ekki hægt að spila þennan leik. Hvað ætlar að svara á satt? Það er ekki hægt, það er bara, þetta er dögt. Hann er bara að fara að spila þetta svona. Er svarið Sky Lagoon? Heldur þú, þú voru að lesa aðstæður. Heldur þú að reyna að vinna? Heldur að ég að vera núna eitt hitt inni og sagt bara, ég verði að segja Sky Lagoon. Bara eftir að ég lefði þetta allt þarna mæstu. Heldur ég að vera þarna? En svarið að Egils voru Böðin í Húsavík. Þannig að þetta er kannski ekki. En byrju, hefur þú farið í Sky Lagoon? Nei, ég hef ekkert farið. Nei, nú aldrei fyrir þarna, sko. Með yfarskegg og derhú á bakkanum, sko. Það er aldrei verið að það. Akkur yfarskegg. Hvað var þeim kíkja og kleina þig? Yfarskegg og derhú. Ég sé fyrir þeim svo rauðar derhú og allt og svart skegg og dagblad. Hérna það. Hver ætlar að svara þér? Ég er Sky Lagoon. En hann er aldrei farið okkar.
En ok, nei, það færði bara Við vorum að tala Hvað sagði bara fyrir svo 8 sekúndur. Hvað sagði þú þar? Það er Seyðisfjörður Seyðisfjörður? Fallegu staður Geggjaði staður Það er búin að lifa jólur þar? Það þarf hafa líklegast alltaf verið Hvað er svona gaman að vera þar? Það er bara geggjaði við Shit, hvað leðilega maður Wow Tölum við hana Hvað er svona gaman að vera þar? Þessu bara komið ekki talandi greið Af því að það er ekki skælakun Þú það ertu vitlausmaður Ok. Egil, ég spurði Steinda hvað ertu niður í kasínó Já Hvað heldur hann að svara? Svo ég Ég verið ger ballparkana Já, ég hef verið með Steinda í Casino many times sko. Já. Og hann er alveg gambler Ég segi það nú ekki. Hann situr lengi. Hann er harður sko Já. Hann gamblar hart og Ég er ekki með hágömbl Nei, þú ert Nei, lengi það er með þó Já, ég er lengi Þú ert að Já, setja mér er gaman svona að setja 72 klukkutíma á einu borðið Já, ég er svo gaman Ég myndi segja svona með öllum ferðunum Þetta er 13 AC ferðir Og síðan að þið, veist Allir þessar draumaferðir sem þið félagarnir fóru í Og allt þetta gömblu Ég sé 27M 27 miljónir Já, veist, með öllum ferðunum, Steindi Hvað er þetta sko að ruggla? Það er eitthvað unreasonable amount Hann sagði 34 Þetta grínast Ég sagði 2,5 Ég átti eftir að spurja hann Sorry Þú veist að gefa hann stig Ég ætla að segja Egil hafi sagt svona 2,5 Það er komið stig Takk fyrir 1-0 fyrir mér Hanna Og hvað sagði hann á hann? Þegar ég var Fuck Já, 2-1 fyrir mér Hann var ekki búinn að svara við Nei, ég pakkaði maður saman 1-0 Já, en sko, byrju, nei, Egil Já, sko, ég búið að droppa 2,5 og þú ekki búið að droppa 3 sko. Nei, Það þýðir bara ekki að segja sér eftir frá Nei, ég held bara að þú sért að Ég held þetta sé meira en þú sagði Steindi En tölvört minna en Egil sagði Ef við erum hinskilin Að Egil sé búin að tapa minna Nei, ég hugsa að talan sem Egil sagði Náttúrulega út í hött En ég held að talan þín sé herra en þú sagðir Já, það Hvað myndir ekki ská? 5 eða? Já, ég veit það Já, ég hugsa 9 væri Gegnum alveg tíðina Við erum alltaf verið að aðtöða þetta dreifist En alltaf er samt að gefa hún stíð þó að við talaði þetta villustu Talaði þetta vill Nei, þá varst þú sem talaði af því villu Ég veit það. Það er þetta stig Og ég var bara að segja sem ég held Svo spurði ég Egil Steindi, þegja bara. hver er uppáhaldsveitingastæðan hans Egils á Íslandi? Ég ætla að segja að það sé Punk Það er rétt Komið 2 stig 2-0 Steindi er ekkert eðla góð í þessu leik Egil Hvernig á ég að vinna hann? spurði Steinda sömu spurningu Sem lígur hann alltaf Hvernig á ég að vinna Það er þú sem lígur Ok, hvað? Hver er uppáhaldsveitingastæðan hans Steinda? Vita það allir út á punkt KFC Þú bara fá punkt Og næsta spurning Ég ætla ekki að staldra við þetta Punkt Nei, við erum að tala um fine dining Já, erum við ekki að tala um það? Af því að þú veist Þú fær annan sens að giska í Já, Það er annan ekki að sens. taka af þér Ok, Nei, ég er bara að segja ok. Þú veist, fine dining sko, þú Fínt veist. út að borða Út að borða, skilja Ekki grípa þér. Ok, ég baldi veit sem þú ferð oftast á Já, hann hugsaði bara Þú ert líklega, þú veist, sæta svína apotekið eitthvað þar sko, myndi ég halda Apotekið Nei Tapas Tapas Akkur sæ Þú varst að tapa sem daginn Það eru sömu eigendur sko Já, svo er það Er ég hægur Og síðasta spurningin Ég byrja á þér núna Egil Hver er skrýtnasti samlífstæðurinn hans Þú veist einþóri Já, þú getur minkað munin Þú getur ekki jafnað hann Þú getur bjargað andlutinu Þetta er helvíti erfitt sko Já Það er mikið sem kemur til greina þannig sko hjá mínu manni Nú Sko Hvað kemur eitthvað mikið til grein Þetta er ekki alltaf bara hvað, þú veist, Setnebergið og trúbóðin hjá mínu manni sko Hann rótirar konstitúrum sko Nei, ég er nú bara að róta það Er það bara ekki? Þú svaraði bara maður Ok, sko, nú ætla ég að reyna að fá punkt Já Það er 2-0 fyrir þér Já Ok, ég ætla að minka munin Já, bjargað andlutinu Uppið stöðumæli Þess að minna bara baki uppið Þetta er bara dætt Ég er ekki að tala um að Uppið stöðumæli? Ég er ekki að tala um með stöðumæli verði Bara við stöðumæli sem drastli er Settu peningin í og það Æja, voðalega fínt hjá þér Nei, það var bátur Þú vissir það verið Já, ég enda að vissa bátnum sko Uppið stöðum Já, Þú ég er bara ætla- skrítið maður ég ætla að segja Vistu Já, hvað ég ætla að segja? þetta stöðum alveg verða Já, það, út af því Ekki hjálpa honum í þessu Ég ætla að segja, hérna hjá Agli Ég ætla að taka þetta 3-0 í dag Ég ætla að segja að skrýtna staðurinn sé líkamsættastöð Nei, reyndar er það pottitt rétt hér Hann sagði sófinn sem að ég
bölva honum fyrir en við skuldum auðlýsingar Steindi. Þú varst Fólk horfir vanlega sjónvarpið í sófanum þú hefur einhvern tíma verið kannski eftir hours með frúnni að lifta og með skrifstofa Plead the fifth núna. Það sigurvegari Steindi Junior til hamingju. Svo veit ég ekki hvort það sé einhver sigurvegari í þessu sveimi það. Fyrir að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 og Steindi, við erum konið í klefan góða. Og við ætlum að fara í eitthvað sem að er búið að biðja okkur að gera lengi og hefur ekki verið gert í langa tíma og það er gamli góði stigagangurinn. Já. Hann hefur verið í góðri pásu hjá okkur. Þetta er sko liður sem hefur alltaf verið miklu uppáldi. Já. Og sko bæði verið sko einhver sem ætlar að mála stigagangin fullur og eitthvað en við ætlum að reyna að láta eftir svona pínu síma fyrsti við ætlum að láta hlaupa. Já sko, mér datt í hug við höfum gert þetta áður og mér fannst þetta svo ógæðslega skemmtilegt. Já, þú eru læstið í skottinu. Já, og mér langar að hringja núna og segjast þér að læstur í bílskott ykkur þar. Já, og aftur að hvort að nágrunnin sé tilbúin að hjálpa. Já, þetta er líka bara þetta er svo skrítið símtal að fá. Þetta er þægilega maður að segja. Herðu, ok. Já, þú tekur bara yfir, þú mátt ringja bara í, þetta verður eiginlega að vera blokk af því að, eða raðhús, af því að, blokk. Blokk, ég kom með þetta. Já, af því að ég þarf að vera einhver, þú veist, skilur. Ok, settu í stellingar eftir hérna. Já, sendum blokkina svo ég geti fundið nafn. Já, og hérna byrjar þetta. Halló. Jó, halló, er þetta Guðbjörg? Jú, það er hún. Sæl og blessu Gísli, hérna með nágranniðin, húsasmiður. Gísli? Já, ég býð hérna blokkinu hér, er ekki Guðbjörg í hugur? Jú. Já, frábært, herðu, ég er í smá, ertu heima? Já, býttu hvað vantar? Ég er í svolítið miklu vesinni hérna, ég er sem sagt húsasmiður. Já. Ég fór hérna út til að ná í síl og hefil og fleira, ég er að gera upp. Já. Og ég náði að loka mig inn í bílnum, í skottinu. Hvort þú gæti komið og opna fyrir mig skottið? Ég er búin að reyna að ringja hérna í Benedikt og Gróðu og fleiri. Það er enginn heima. Herru, byttaðist, talaðu hérna við manni minn. Gætirðu labbað út fyrir mig, Guðbjörg mín? Já, hvernig er bílinn litur? Það er hvítur. Hvítur? Já. Byttu, ég er nú bara að kíkja hérna út. Ég er nú bara aðeins aðtöða málu. Já, hvaða hvítabíla sérðu? Já, ég sé nú bara alveg, er þetta upp í blokkina? Hvaða tegund er þessi bíl? Toyota. Hvað er þetta hvítur? Já, svona þú veist hvítur og ekki hvítur. En gætirðu opnað fyrir mig, gerðu það? Já, ég menna, ég sé bara ekki hennar bíl. Gætirðu kíkt aðeins bara, labba niður og opnað. Ég er nefnilega bara stæðið númer 3, sko. 1 og 3. Já. Er þetta lítill bíl? Já, mjög lítill, já. Ertu að vinna hér í blokkinu? Já, bara heima hjá mig. Ég bý í blokkinni, sko. Á hvað hæð ertu? Húsasmiður, annarri. Ok. Já, en gætirðu bara opnað fyrir mig. Lyklarnir eru í skranni á bílnum. Það er smíðardót fyrir fram að bílinn. Þú sér það strax leið og kemur út. Ertu komin út? Nei, ég er bara aðeins, ég var nú bara að koma á sturtu og var að laga mig til og... Já, ég skil, fyrirgefðu hvernig ég er að hitta á þig. Þetta er allt í lagi. Já, þetta er alveg svakalega sem við að bensínbrúsi hérna líka og fullt að drasli í skottinu. Það er ríkalega lyktin hérna. Er ekkert mál að opna skottið? Nei, það er ekkert mál. Þetta er bara ég að vera klunni. Þetta er nú ekki einu svona í fyrsta skipti sem þetta gerist, þannig ég þarf að laga skottið á mér. Það lokast alltaf. Alltaf þegar ég fer onnið að ná eitthvað að lokast að beint á eftir mér. Heyrðu. Já. Ég ætla að finna út úr þessu. Já. Læsturinn í skottið, ég get ekki. Læsturinn? Já, hann er þetta neyðið. Þetta fara og opna þetta fyrir hann í... Já, þetta voru að ég opna. Það er eitthvað stælt í skottið. Halló? Já, ég er hérna. Maður er hvað niður. Nú fór hann niður? Já. Já, ok, og sérðu þetta er svona grár bíl? Grár bíl? Já, það gæti verið sixpensari sem liggur á jörðinni fyrir framan hann. Fyrir framan hann? Já, ég held ég að við mist hann á leiðin inn í skottið. Maðurinn minn er komin út, ég sé það. Já, er ekki annars bara allt gott að frétta? Jú, það er alltaf ágætt bara að frétta. Alltaf stemning í blokkinni hjá okkur? Stemming? Já, ég var nú að velta fyrir mig hvort það var ekki gaman áður en hausti kemur að henda kannski eitthvað svona húsgrill eða eitthvað svona gera hrista hópin saman. Já, ég veit það, ég hef ekki það eitthvað. Nei, eitthvað svona fyrir krakkana kannski, fá eitthvað töframann eða eitthvað. Erst þú með börn? Já, ég er með fullt aðeins maður. 6 kvikindi sko. Hæ? Já. Eitthvað ekki að sína? Sína allt?
Símat? Það gera símat? Nei, sjáu ekki sixpensara? Sixpensara sem leikur sér að gullu? Já. Það kjafta vel þetta eða? Herðu, við verðum að afsækja þetta er símat, við viljum ekki fara senda ykkur aftur upp og niður. Þetta er Nei, en byrju, hvað er þú að spá? Ég gerir símat, hvað meinar þau? Við erum með útastátt hérna. Við erum í útvarpinu og við erum að gera bara heiðalegt símat. Gera smá Það hlaut að vera. Það var agalegt, Guðbjörg mín, og var sníkomin og styrtu. Við vildum ekki vera að trufla á það. Ég fekk alveg í magan, sko. Heyrðu, en veistu hvað? Þið eru svo góð, maður. Er það að grínast? Þið nefndu að standa í þessu og ætluðu að bjarga greið kallinum úr skottinu? Já, náttúrulega. Það var betur en það. Já, ég vona að séu bara... Við fengum grínið og við fengum hitt. Já, ég vona bara að séu allir svona góður í blokkinu minni, maður. Dísas. Fyrirgeðu þetta. Allt er góður. Ok, bye. Já, bless. Hörðu, það er ekki oft. Þetta var góð kona, maður. Gekkju, það er ekki oft, Auðun. Það sem að ég fer úr hrekknum yfir að vera bara, heyrðu, ok, þetta er ég viljum ekki Við vorum konið með í magan. Já, þú veist, við vorum geggjuð, maður. Já, þú veist, hún var komin niður. Þú veist bara að láta þau þrasa, kallinn nefndi ekki niður, sko. Nei, hann nefndi ekki niður. Hann fór niður. Já, hann fór niður og hún fór niður og allir farnir niður. Ég var, þú veist, sko, næst hefði verið að láta þau þræða allt bílaplanið. Já, það gengur ekki. Þetta var, já, bara Stigagangur. Þetta var bara stigagangur. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Það er hárrétt, það er Túborg, talandi Túborg búið eða út að hlusta, takk fyrir að fylla á kælinn, það var alveg komið tíma á það. Það er búið að fylla á Túborg kælinn hjá okkur. Keiluhöllin. Takk búið. Já, það er nógum að vera í Keiluhöllinni alla helgina og svo minnum við á tilbúið hjá Shaken Pizza. Þú kaupir 2 pizzur og færðu 3. frýtt og svo ef þið ætla að mála þá er það sjálfsögðu Slippfélagið. Þetta eru kostendur okkar hér í FM 95 Blu en það er komið að spurningakeppni Gilsarans. King of being a TV star. Já, út af þetta tenging við að við verðum on camera í podcastinu á þriðjudaginn á blöggastinu. Rétt. Það verður spennandi. Alveg stúdíó. Já, ég hlakka til. Ég ætla að koma okkur óvart í stúdíónu á þriðjudaginn. Það verður veisla. Kemur frá. En ég var að hugsa út af því að þarna eru komnir Já, það komið að kamerur og eitthvað og ég hugsa, ok, hérna eru komin svona net TV-koncept en ég hugsa, hver er meira TV-star? Er það Blondell eða The Stoney? Já. Og fyrir þá sem er ekki búin að kaupa blöggastið þá getið farið inn á fn95blöð.is og það býð ykkar 4 þættir og 1 auka. Það eru 5 þættir sem býða. Já. Það liggur bara inn í Það kemur bara safn, það bara safnast upp þættir þannig að fólk getur bara að binsa þetta. Rétt. En sko, King of being a TV-star. Þannig að við allt er eðlilegt þá að þetta verður nokkuð jöfn keppni. Ég held að. Þið eru báðir TV-stars. Hefur þið verið tilnefndur sem sjónvarpsmaður ársins á Eddunni? Já. Aldrei unni samt. Já, sama hér, aldrei unni. Hvað tilnefndir? Hvor er unni? Akkur unnið ekki? Það er góð spurning. Já, við vinnum sjaldan. Já, það er samt. Minn skoðin er áttu að vinna. Við erum oft tilnefndir en vinnum sjaldan. Já, eins og það er. 1-1. Já. Hefur átt það successful career í TV að þú átt mansion í dag? Ég veit ekki í svona 100. fólkning sinn hvort þú flokkir þetta sem mansion sem ég bý en já, ráðhús. Já, við bara búum í húsum. Þú ert reyndir í að mansion, steindi. Nei, ég veit það þar. Já, bý bara í húsi í Mósberg. Mansion. Bý ekki mansion, bý bara í húsi. Með heita pott og svona. Húsi, þú veist þetta húsi ég sé þetta sko 2-2. Ok, sko Það er eitthvað inn í Sástu það? Erfitt dæmi sko. Það fyrir bara næstu. Hafa gælur reynduð á jamminu því þetta hot TV star? Ekki segja hafa gælur reynduð. Þetta er svona eins og Þetta er bara aðeinslega spurning. Þetta er eins og sko við séum bara í menntaskóla. Já, þetta er, þú verður aðeins að hækka standardina og segja grínlust. Hvernig áttu orðað þetta? Bara Hefur lent í viðreynslu á jamminu? Hvern fólk sýndir áhuga á jamminu? Ok, Mr. Perfect, hefur lent í viðreynslu á jamminu? Því að þú ert að hot TV star? Mr. Perfect? Já, ég myndi halda það. Ekki? Jú, eðlilega 3-3 Gískum að líka veistla. Ég vissi að þetta myndi go down to the wire og það er 3-3. En það er ekki að vera að því að þú ert að TV star mennilega. Nei, maður vill nú alveg smá innst inni vona að maður svona still got it. Þetta eru mörg ár síðan. Já, við erum báðir frekar hugulegir. Er sjónvarpið þitt 65 tommur eða stærra? Já, við höfum alveg eins sjónvarp.
Alveg eins sjónvarp Já, Steindi, Keyptu þið sama sjónvarp? Já, hann hringdi ég bara, mig og hann vildi nákvæmlega sama samba, þetta er ekki fyrsta sinn sem hann gerir þetta Svona í kaup keyptu? eitthvað. Sko, Öddi hérna Eldur the poop? Já, sko, Öddi var að flytja og keipti sjónvarp og svona alls kontra. Það var að kaupa allt í fyrir, þú veist, hann þurfti að endun í allt. Og alveg Tvo fyrir einn? alveg svo ég eftir að gera. Nei, við keiptum á sikkurum tíma og sikkurum staðnum og ég fór hérna og ég fótleita og ég sagði, wow, þú þetta flott sjónvarp maður, þú þetta flott þetta og svo hringdi ég hann þegar ég þurfti að gera og segði, hvað er sjónvarp þetta með? Hann sagði, ég er með þessa típu. Já, ok, hvað, þetta var svona Samsung frame sjónvarp. Hvað er það stórt eða? 70. Hæ, 10 tommur? Ég veit ekki, Ég veit það ekki eins og Ég veit Virkar ekki- ekki bara lítið í mennsjun? Öddi sendi mig bara link, ég fór og keipti þetta, ég sagði, ok, en hljóði þetta, ég keipti svona soundbar með. Það var næsta spurning. Já. Ég er með 50 tommur heima sko 7-10 tommur? Ég veit, þú veist, ef þú Fólk er komið 80 Það er rosalega ég held að það sé erfitt að kaupa eitthvað mikið minna og fyrir að kaupa sjónvarp í dag. Ég var að kaupa sjónvarp fyrir mánuði, sko. Ok Hefur notað sjónastátt sem afsökun til þess að heimsækja pervertaháttíður út allan heim? Þetta er á mig. Nei, ég verð að segja nei Þetta er ekki á þarna. neitt Já, Þetta jú. er spurning Já, þetta ég fór á fettiskon í steindanum í hérna steindankon. En já, ég segi nú ekki afsökun en Nei, þetta er punktur. mjög interesting hátíð og jú, ég ætla að taka punktana. 5-4 fyrir stenda Mjög interesting Skotin Þú ert komin in the lead Ég horfði á steindakonum daginn og ég bara ég get ekki beðið, mér langar að gera meira. Ég get ekki beðið eftir að COVID hætti svo að þetta fara að gera meira. Blöðar punkt Já, Nei, er það sann? Hefur þið verið að taka upp TV? jú, þú þarft punkt, þú ert að tapa. Já, ég meina 5-4 fyrir Steinþóri Já, ok. Hann vill ekki vinna þetta þetta. Þú vilt vinna King of Nei. Being a TV star, sko Kláraði þetta bara. Hann er þannig að efast það. Hefur þið verið að taka upp TV og eftir tökur skriðið allsber að vininu reyður og fullur reynd að gefa hún það? Nei, það hef ég ekki gert. Aldrei. Þú veist það, það er svo merkilegt hvernig hann er að dulbúa spurningarnar. Ég átti ekki vona að þetta kemi. Nei, ég er bara næsta. Ég nenni svo ekki. Ég átti ekki að vona að þessi kemi. Já, ángrín sko. Þetta er 5-5 ef þú fær punktan Já, ég bara get ekki fengið punkt. Ég ætla ekki að ljúga til að fá punkt. En þú skreiðst að mér Nei, ég gerði ekki raskat. Ég stóð á nærbuxum og var að lappa í svefni í svona 100. sinn. Ég verði, sko, það er 5-5 Já, þetta er málið Góður. Í þetta tíma, sko Nú er, ef að Logi Bergmann er að spyrja ykkur og hann veit svarið þá skrifa hann bara correct, eða ekki 5-5 Var flaggað í hálfa þetta? Nei, þú varst ekki. Ekki verið ít undir þetta. Nei, ég bara spáði hvort þið hafi verið að drýma eitthvað skemmtilegt. Nei, Sko. lappa í svefni. Hefur þið sýnt að þér afturendan for the sake of high class TV? Allt oft. Basically þegar við vorum í 70 mínútum að okkur fannst allir ekki nóg að fyndi það fóruðu fötunum sko. Fattar reglan, Ok, ok. það nokk, já. Þú líka sem drastum Já, já. Er það klín, þetta er 6-6 Sex. Ah, Það rosa er þrjá spennandi. spurningar eftir Þetta er aldrei verið svo spennandi Þrjár eftir. Ég held að ég sé þetta, fólk er búið að leggja bílunum á Suðurlandsbrautina Fólk er búið að leggja fólkur eigum Nei, það er raukt ljós, hann er að stoppa hann. Fólk er mjög stressað, sko Nei, hann er bara Það er umferðljós. engin stressaður eil. Ok Maður svona dramatíska tónlist undir eins og Breiðfallægið eitthvað allavega náfrangak Byrjaður í sjónvarpi til að sjá fleiri blöðurur Nei. Það er alls ekki. Jésús almatur. Steinþór? Já, nei, auðvitað ekki. Eða Sjá ekki? fleiri blöður. Við tala svona. Nei, það er ekki. Það er alls ekki. Ángríns, það er svo sett 10 ára. Eða enginn fann ekki punkt hana Það fær engin Nei. punkt, nei. Vissiru eða sástu að stendi í og þú væri að vera sköllótt piece of shit og ágast því að gera sjónvarsarna til þess að fá gellur Nei, ég var með hár sem dæmi þegar ég byrjaði í sjónvarpi. Þá er ég með hár. Já En Þannig að það meikar engan sens. En sástu, þú veist áður og sóttur 70 myndum kallaði manni sem sástu þá, ok, þetta er að þinnast ég þarf að getna ég on TV right now Nei, ég fattaði það þegar ég var í 70 mínútum í sterkur ljósónu í stúdíónu ég var að væri að þinnast. Já. Ég held ég væri bara með þykkt og gott hár þegar ég byrjaði í 70 mínútum. Hvernig Þannig að byrjaði þetta meikar engan sens. Hvernig byrjaði spurning? Bold piece of shit. Nei, þú ég veist. sagði vissuru að sástu að það stemdi í að þú varst að fara að vera sköllótt piece of shit, þú veist og þess vegna ágast Akkur að er vinna piece of í shit? Finnst þér ég sköld piece of shit? Nei, ég sagði það aldrei Nú, þú varst að segja Þetta er bara spurning í keppni, blóndi okay. Hver samt hana? Þú eða ég? Ég? Hvað meinarðu? það er Hver klárað samtal? þetta. Er engin punktur hana? Nei. Ok, síðan spurningin Það er 6-6 Er draumur þinn að búa til sjónvarpsþátt í Sky Lagoon? Þetta var bara 6-6 og bara höfum það bara þannig. Þetta er bara fínt. Vá, ég fæ bara sting í heilan. Þetta var bara Er enginn fínast að að svara jafntefli. þessu það? Er það draumurinn Steindi að gera þátt í Sky Lagoon? Nei, það er ekki draumur minn að gera sjónvarsat í skælagunni. Ég fæ bara sting í heilan. Mér liður svo þessi 10 sinum heimskar eftir þessa kefni. Já, gætur þetta bara að stoppa maður. Begging you. Þetta er hvað? Chosen. Ég fíla þetta lag. Þetta er gott.
Haldið það sé gýr í þjóðfélaginu, drengir? Eða er fólk bara að gefast upp á öllum sem leiðindafréttum? Sko, mér finnst einhvern veginn svona eins og í gær. Það voru svona einhvern veginn, ég lendi á svona mómenti þar sem ég hitti alla nágranna mín á sömu 5 minútum. Ég fór bara út með ruslið og hitti einn við hliðina á. Svo var annar að koma heim, ég talaði af hann og það myndaði svona nágranna hringur. Kósi. Já, mjög kósi. Og hérna, maður finnur alveg að svona bara fólk, skilur við, bara venjulegt fólk út í bæ er orðið ógeðslega þreytt maður. En sko, við hefum rækki áður en þessi þætti, ég vorkenni sko ungaliðinu langt mest báðið bara þeir sem eru í fjölbraut og aldrei fara á ball eða neitt. Ég vorkenni menntaskólanir, ég vorkenni þeim langt mest og hérna, þetta er ógeðslega leðilegt maður, þú veist, það er fólk sem er sko byrjaði menntaskóli í COVID sem er að fara núna bara á, sko, er 3. ára, passa það? Nei, annað ekki. Jú, en klárar kannski annað ári í þessu rugli og byrja 3. jafnvel líki í þessu, þú veist, ímyndaður og fórst í menntaskóla og þú varst helmingin á einhverju fjarfundum með einhverja grímur, það var ekkert félagslíf. Þetta er hræðilegt sko. Já, sendum þeim okkar bestu kveðjur en það er komið að ég ætla aðeins að svona fara í eina liðin hérna í F95 blöð sem fólk lærir á og svona einn virtan lið eftir þess að skrýpakeppni hjá Agli. Það eru sturlaða staðreyndir og þær eru góðar í dag. Er hestaskítur? Það er einn hestaskítur, þannig að þið og hlustundur með reyna að giska hvað það er en ég held að verið sáttum með þessar. Það fyrsta sturlaða staðreind dagsins Plantaneous er þegar fólk örfast kynferðislega af gróðri og plöntum. Ekki er ég haldin því. Hvað séu, plantan, þetta er eitthvað Plantaneous held ég að lesa þetta, Plantaneous. Já, það er fettisið. Já, er þegar fólk örfast kynferðislega af gróðri og plöntum. Hvaða fólk er það? Því ég hef aldrei hitt neitt sem örfast af plöntum sko. Ég hef aldrei séð einhvern standa við plöntu og svona einhvern veginn eða sko. Ég er svo betur fyrir maður ekki að þetta er stór skrítin. Næsta, ekki það ég ætla að fara að dæma það. Nei, þú veist maður dæmir þetta ekki en þetta er svona, þetta er öðru sig. Sérstætt? Það skilur, já, nei. Mér finnst líka alveg pínu sérstætt að fólk vilja láta mig að sig sko. Já. Ég er ekki að dæma það. Ég segir að allir vinnir sinni séu í því. Það er nokkra félagar sem við þýkum. Nokkra? Það er mjög algengt fettis. Er það? Ég veist að það er algengast að fettis, sko. Nei, það er bara staðrend. Það er ekki tásu fettis, það er á topp 2. Það er ekki algengast að fettisi. Varstu ekki að fettiskonum allan heim, Sneiður? Allan heim, fórst ekki bara eitt stað? Ég fór bara eitt stað, en það var fólk með alls konar, það er fólk með alls konar fettis. Var fólk með Plantaneous? Já, 100%, það var fólk sem var að hittast með alls konar fettis. Hvað var vinsasta fettisi, fannst þér? Nei, það var að því að þú veist, þetta var fólk sem var alveg deep in the game með alls konar fettis, sko. Ég held að algengasta fettisið Ég held að það væri bara BDSM flengingar eða skilur tásu. Það er ekki hlam. Ég sagði tásu. Tásu er örugglega líklegt. Ég held að fara ekkit beint bara algengast að sé bara hlandið. Það er enga líka ráð sko. Svartu ruslapokki á lakið og svo bara ég ætla að fara að drekka 8 lítra vatni. Býta það sástu mín. Það bara sé allir í því. Tölvuleikjabransinn, þú ert eftir að gamna þessu Sneidi. Tölvuleikjabransinn þéna meira en kvikmynda og tónlistabransinn til samans. Já, þetta er orðið stór bransi. Það er helviti hátt. Og líka bara sé handrit, þú veist, þú ert að spila leiki eins og Red Dead eða Last of Us og svona leikir, þá eru handritin orðin svo flott að þú ert að spila leikin, þá ertu bara inn í bíómynd og grafíkin orðin svo flott. En maður ekki alltaf að bíða bara eftir að byrja leikin. Nennir maður að horfa á þetta, kjaftaði eitthvað gaur að labba og misti fjölskyldunum sína. Já, sagan er bara, sko, nei, ég er alveg sammálaður, ekki, þú veist, ég er miklu meira bara, ég vil bara sæna minni hálftíma, spila minni geta áður en krakkandi vakna, bara einhver online leikir, en svona leikir, þá alveg bara loka ég mig af og spila og djúft í það, sko. Og það er með þess að koma sería núna, Last of Us sería, og það eru sömu gæja sem er að fara að gera hana og gerðu Chernobyl. Já, ok, þættina. Það verður alveg, þú þarft til að... Þættir, þeir eru á stöð 2 marathon, fyrir þá sem ekki sé þá. Í gær, í Rauðinu klukkum, var ekki eitt mappjóku, var ekki Alcatraz eða? Jú. Varstu að horfa það í gær? Ég hef búin að horfa nokkuð sem í Rauðinu. Já, ég er alltaf að gefa fjárþjálfur. Já, hann gefur á þjálfum, hann ber ekki leyfi en bara gefur það. Ef það komið mikið í mann, þá stundum svona vanda vinninga og svona dætt mér í æru, ekki bara gefa líkamsætt hérna. Þú mútt alveg halda hann að gefa það. Það er geima slift alveg. Næsta, það bæti sjálfstraust þitt að sofa nakin. Já. Brjálskotanum. Ég veit ekki, ég er bara að prófa, ég sef alltaf í stuðbuxum. Já, ég er svona... Ég held þessi kjátt það. Ég sef yfirleitt í stuðbuxum, en svo kemur alveg fyrir maður sefur stundum nakin. Já. Hvað er þetta þá að vesenast? Ég held að gerist ef ég er á, kannski, er meir líkur yfir hótelin, skrítið á hljómar. Það verður að meira bara út heima. Já, ég skreist að mér hann á, við vorum á hótelin. Ég var í nærbuxum. Býttu, þú varst að segja, nú varstu komið með eitthvað. Þetta var eitthvað nýtt tvist í söguna segir. Nei, ég er að tala ef ég er konunni minni.
á hótel. Það voru meiri líkur í kannski sofnið nægin. Já, en það er náttúrulega svolítið erfitt að sko. En mér finnst það ekkert bæta sjálfsfyrirstu mitt. Ég vakna sem með umíkin. Já, svo náttúrulega líka, þú veist, það er ekkert gaman að vera sofandi á tippinu. Svo ertu bara að henda þið sænginni og svo koma krakkandur morgun til að vekja ykkur og út einhvern veginn liggjandi svo ykkur aumingi bara einhvern veginn á tillanum. Það er ekki nóg gott. Nei, þetta gerir, þú veist, ég segi maður, þú veist, ég er stöðbuxnamaður, sko. En svo náttúrulega sem að stundum bara nakinn, þú veist, sérstaklega ef það hefur kannski eitthvað í gangi. Grand Theft Auto 5 er tekjuhæsta skemmtun allra tíma. Þá er að tala allt, bara alla tölvuleiki, allar kvikmyndir, allt. Og sem dæmi þá þénaði Grand Theft Auto 5 yfir $1 miljard bara árið 2020. En spáið í stjórnum, hvað fyrirtæki á þetta? Hvað eru hlutabriðin þegar þeim sem eiga þetta? Hver er með Grand Theft Auto? Rockstar, hann leikurinn kom út held í 2017 en 6, nei, hann kom út í PlayStation 4. En hann fyrir auðvitað klakar aldrei Grand Theft Auto. En sko, bara 2020 þéna hann yfir $1 miljard. Þetta er rosalegt. Ég var að skoða töluðun á þessu. GTA 5 kom út 2013 og hann var að þéna þetta 2020. Já, 7 ára senna. Hvað er þessi búin að þéna overall, maður? Já, þetta er náttúrulega svona online heimur sem margir að spila sko inn í þessu. Þú getur farið í klippingu og eignast hús og gert alls konar mínileiki og fleira. Íbúar á jörðinni eru búin að þyngjast 50% á 100 árum. Helming? Já, það er helming að hálftala. Að meira skyndiböðstöðum í dag en fyrir hvað var langt síðan, 50 ára? 100 ár. 100 ár, já. Betur, var ekki eitthvað út í heimi að það líður, hvað var það, 700 metrar á milli McDonalds staða eða eitthvað? Þetta var eitthvað fárleg, eitthvað ég vil minna bara. Fólk þarna eldaði bara meira heima og þú veist, nú er þetta bara eitthvað neinn, hreyfiði minna og 30% fólks trúur ekki á risaeðlur. Yes. Að það séu til í dag eða hafi verið til? Stór tala. Trúið þið á risaeðlur? Trúi á risaeðlur, bara trú á staðrindin að það voru risaeðlur sko. Hvað? Trúi á það? Ég er að spyrja, það trúið þið? Ég held að sé ekki að trúa. Það voru risaeðlur áður en við komum, það voru risaeðlur. Já, þannig að þið trúið að það voru risaeðlur hérna á jörðinni. Já. Trúið við? Ég er að spyrja hvort þið trúið. Það er 30% fólk sem trúið ekki. Bara hvaða imbecils eru það? Það er alveg háprósta líka sem trúið að jörðin sé flöt. Já, það er nú ekki svona hákast í. Svo er síðast að fólk sem klæðist öllu svörtu er álítið sjálfsörgara og alvarlegra af öðru fólki. Nú er ég í svörtum buxum, svartri peysu og með svarta derhúð. Já, mér stóð ekki sjálfsörgur. Er það ekki? Jú, reyndar, þú er fínt. Sjálfstöðust. Hvað er við svo að kjafta því? Ég spyr ykkur og hlustendur. Þú ætti að renna yfir þetta. Já, hérna plantinu og örfast kynferðislega yfir blómum, tölvuleikjabransin, þérna meina kvikmynd og tónlistabransin. Það bæti sjálfstöðust þitt að sofa nakin, Grand Theft Auto er tekjast að skemmtun allra tíma. Íbúar á jörðinni hafa þyngst 50% 100 árum, 30% fólks trúir ekki á risaeðlur og fólk sem klæðist öllu svörtu er álítið sjálfsörgara og alvarlegra af öðru fólki. Ég ætla að segja þetta sé annarkvort síðasta eða fyrsta. Síðasta, Steve Jobs var alltaf í svörtu og eftir það var allir að hermjónum og hermetrónum allir voru í svörtu, þannig að það sé rétt. Var hann trendsetter eða? Svörtun rúllugraðpessu? Ég það svar? Ég ætla að segja þetta sé Plantaneous. Það sé meðst að svo hljómaði sem manure en sko, veist að þú valdi það þá þarf ég að setja bæti sjálfstöð til að sofa nakin sem mest að kjafta þessu æfinn heyrt sko. Nei, það voru 2 kjaftaði í dag. Plantaneous er rétt og svo bjóð ég líka til að 30% fólk trú ekki á risaeðlur og steindin á það öðru. Það var góð líður. Já, takk fyrir það. Við skuldum auglýsingar. Það er rétt. Svo er það ekki þannig að ég er the smartest man alive? Já, það er ákveð þannig. Það er pínuð þannig og svo er þetta líka King of TV. Nei, það var jættibli. Já, jættibli. En þú vannst ekki? Já. Þetta er bara fullt af litlum sigurum hjá þér í dag. Takk. Til hamingju með daginn. Takk fyrir. Þetta er okkur uppáhalds The Weeknd, Take My Breath. Kannski ekki hans besta lag en gott lag einhverja síður. Það er hins vegar komið af dagskrálið hér í FNÍ Blöð sem hefur verið í góðri pásu og ég man ekki eins og verðskuldari pásu, myndi að segja það? Þú segja þetta var verðskuldi pásu Blondale? Já, ég myndi að segja það. Sko, það er að koma liður. Hræðilegu dagskrálið. Nei, þekki eða ekki. Hver er nettari? Hvor er nettari? Þetta er just eitthvað strókar. Hræðilegu liður. Vitið þið hvað? Þetta er eiginlega Varst það opnar að cold refreshing beverage? Nei, svona Jú, en sko, málega Það er svo það er en þetta er eiginlega sko. Já, strákar Þú opnaði líka bara, þú helst svona við mækin sko. Hvað eru skvílirar? Herru, það er basically hann drengir Þetta er eiginlega nýr liður, myndi ég segja Hann hefur aður Hann hefur samt, sko, var það ekki bara einu sinni eða tvisvar eða eitthvað Ég held að sé ástæð fyrir að við hættum með hann Nei, sko, ég skil ekki okkur að hættum með hann Þetta ætti að vera liður sem ætti að vera bara tvisvar
hugsa það. En núna er alltaf, ég er komin með twist í þetta Ok. Af því að ég man að við vorum aldrei með tónlist undir Nei. Nú ætla ég að vera með Þú ert að tónlist setja smá undir press á mig þar. Það er ég alltaf að setja þetta aftur. Ok, byrjum Já, þetta sko, bara. býta, ég ætla bara að segja eitt Af því að sko, lagi byrjar á svona sekundu 30 Já, ég er meðanstilt þar sem svo bestum. og hérna, þú voru að hafa í gangi þér í les spurninguna Já, og ég byrjaði núna. Já, og svo myndur Er þetta byrjað? Það byrjaði það, ok, byrjaði bara á byrjun í fyrstu, svo byrjaði alltaf á 30 Ó, já, ok. Því að svona, byrjaði bara að lagi aðeins Þannig lagi byrjaði, sko Já. Og svo eftir, þá byrjaði alltaf á sekundu 30 fattarðu? Og, Svona til að flækja þetta eins. já, en þú veist, þetta er ekkert flókið En Við hérna, erum prófað að vera á tökunum minna. Það er mjög erfitt. nei, það er 10 years, þetta Og svo eru, sem sagt, ok, þetta eru 3 spurningar Já. Og ég er að, þetta virkar þannig að hvor ykkar kemur nettara svar Já, sem þú dæmi bara. Sem ég dæmi Já. Egil, ert þú tilbúin? Já Ok, Egil, ert þú tilbúin? Við erum búin. Hver metur það Ég er dómarinn Ok, Ok. þá er það fyrsta spurning, býtu 1, 2 og Þið eru að fara fínt út með frúnni Og svo í leikhús Að sjá verðlunarleikrit Já. Búnir að hafa ykkur til Setja okkur rakspýra og bað ykkur og skrúpa Já. Eigi borð á flottum Veitingastað Með viðamiklu Hversu löng matseli spurning er Það þetta? er lengt spurning sem ég heit sko Já, hún er ekki hálfnu sko Býta aðeins Veitingastað Með viðamiklu matseli Með viðamiklum. Já Aldrei heyrst að orða á það sko Viðamiklum Er matseli. það ekki orðið? Ég veit það ekki Viðamiklu Ég hef ekki hugmynd sko Það kemur alltaf að ná fram Þetta stór matseðil Já, Ok. okkur segir það. Ég er að reyna að vera Hætti að Já, gera það big bara- words Ég er Það motherfucker ferðir ekki. Já, ok Með stóru matseðli Já. Og mikið úrval á staðnum Já, ég næ því. En samt er staðurinn Með látlösu yfirbræði Hlýleg þjónusta og gott andrúslóft Eftir matinn Þá borgið reikningin Og hjálpið frúnni upp úr stólnum Þeir eru komið út í bíl Og eru það að setjast inn í bílinn Þá takið eftir því Að það er föst skítug rækja Á kjólnum hennar Og smá prumpulykt Og smá prumpulykt Af kjólnum Í hvaða nettu línu hendið þið þá eiginlega í? Góður. Ég bara, er ekki komið tíma að fara heim ástu mín? Er ekki komið tími til að fara heimastu mín? Já, ég myndi enda bara í það. Já, því hún var búin að fá sér Nei, ég veit það ekki. Þið setjast á eitthvað mat Já. Það er ekki nett lína sem þú hendi í hann Þú verður að reyna að hendi netta línu Hvor er netta Ég því? sest út í bíl og finn prumpulykt Já, sko, já, af kjólnum Og hún er búin að Var ekki rækja? Já, hvað tengist- Já, hún er búin að setjast í mat og fleira Það er svona vesen á henni Þá segir ég bara, þú veist, ég ætla hann að slá að leta strengi Ég meina, ég vil ekki vel eðalega En ég segir bara eitthvað, þú vil að mataræða og gott Hvað er ég komin í blóma alveg? Það er 1-0 fyrir Agli Ég verð að gefa honum þetta Ég verð að gefa Agli þetta Ok. Ég er 1-0 Það er 1-0 fyrir Agli Vel gert, þetta var vel thank you. spila hér Það Önnur er að spurning. rifjast upp fyrir mér okkur þessi liður hætti. Önnur spurning Það er hún jafn löng. Nei, hún er steytri Ok. Þeir eru á mikillir hraðferð Það sem þeir eru á leiðinu í jarðaför Hjá öðru foreldri ykkar Þið stoppið í Það stuð eru fóreldra okkar. Já. Í, hún Já. er þetta dark. Já, byrju Þið stoppið stutt í Nóatúni Að háletisbröð Til að grípa ykkur einn Gatorade Það er bara mókinni, hún er orðin krónan. Ok, þið stoppið í krónunni Til að ná ykkur í einn þingudrykk Því það er þinga Og þeir að reyna að núlstilla ykkur Eftir mikið ég og ævintýri Kvöldið áður Hvað kjaftar er þetta? Þeir rekist á gamlan kunningja Sem er í alveg eins jakkafötum og þið Í Nóatúni Sem er að kaupa sama drykk og þið líka. Hann er mikill spjallari Og fyrir að segja ykkur sögu af jólaskrauti Sem hann var að farga fyrr í vikunni Því hann er með reglu Að ef hann er ekki búin að opna kassa inn í geimslu í 1 ár Þá hendir hann honum bara í staði fyrir að safna rusli endalust Svo fer hann að leka Og hann bara lekur og lekur Stjórnlaus leki sem er í gangi hjá honum Þetta er mest að kjafta þessi heilt Hvað segið þið eiginlega við Þetta er mest að kjafta in the history of race Já, þetta er Hvað segið þið eiginlega Ok, gæinn byrjar að leka Já, býtu En hvað segið þið eiginlega við kunningja Sem lekur svona mikið Eitthvað nett Ég myndi bara segja við hann, herðu, er ekki best að þú fari bara með jólaskrautinu næst? Já Þetta er svo
hræðilegu leið Nei, þetta var Ég fínt skammar mig frá Nei, því þetta var Ég bara veit. fínt Ég sagði við áðan blöð, þetta var hræðilegt Nei, þetta var Hann máli aldrei hlusta á Gilsan sko. Ég sagði við áðan, þetta var hræðilegu lið Þetta var bara gott svar Hvað segir þú? Ég myndi segja bara býtu við leki Gæti ég þetta hringi í gasmannin Þetta er hélegt Wow 2-0 Staðfest Við þurfum ekki þriðið Já, við veitum það, hún er stutt Hún er í alveg Hún verður að vera stutt Það er fólk bara búið að stilla eitthvað annað Það er staðfest 2-0 Fólk komið að bylgjuna sko Nei, þriðja spurning, hún hljóma svona Það skrýður til ykkar Hún voru þið að reykja eitthvað innan fyrir Segjum þessu aftur rítgerð Nei, hún þessi er mjög stutt í alvöru Já, stutt, ok. Það skrýður til ykkar 7 ára Lekandi 11 ára bara Það syndi til Nei, hérna skrýður Erstu ekki talað? Jó, ég bara Segist það ekki? 12 ára batterislaus Það skrýður til ykkar 11 ára Lekandi drengur En hann skrýður hann 11 ára Getur hann ekki lappað? Já, hann Og þannig ekki með bleiðu 11 ára Nei, Og kallar hann á genskriðandi Já, og lekandi Og segist þér að Og lekandi. Já, og segist þér að sonur ykkar Tveir búin að leka þessu bundingum sko Já, þessi leikur líka Ok. Og segist þér að sonur ykkar Ok Og segir pappi, ég er sonuðinn Pappi, ég er sonuðinn Og hann skrýður og lekur Ok Og reynir að faðum ykkur Í hvað fáranlega nettulínu hendið þá í? Skrítu heim Skryttu heim, ok, blöð, er með comeback Nei, þetta er ekki comeback, ég vil bara klára hennar lið Egil, hvað hendið þú í? Ég er bara að klára hennan Ég get lofa að ég steikti bara ekki að leiða þetta aftur Það leiði til liðið sem að fara í hægum sinni sko Hann fari aldrei að leiða aftur Hann er ekki að reyna að Sem betur fela fyrir er ég á tökkunum Hann er ekki að reyna að fela Ok, þetta ég Mér finnst það geðu ykkur lið Ég myndi segja Já, einmitt, það tók ég svona mig líka Get in line Wow Ok, það er 3-0 fyrir allir Hann er að pakka þess Já, og keppnin er búinn Og pakka þess ég byrð hlustendur afsökunar á þessu Því líkur leikmaður í þessu leik FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Harið þeirra hlusta hér á FM 95 Blu klukkan, já, það er nú ekki það mikið eftir að þæginum, 12 mínútur samt Já, Við erum hér í Fantagýr og Egil, þú ert vel peppar, þú leiðin 50 samali Já, ég er að fara bara á Selfoss vel gert King Tómas Þóróts Selfoss minn staðu, sko Rósalega fyrir bitana sem heitir Örvar Þór Guðmundsson og fleiri, það verður alveg veisla hjá mér í kvöld Það er rosalegt Já, það er bara þannig Ég er að lesa, drengir, helviti athyglisverða frétt hérna Nú, Geirmundur Valtýsson það er alveg kongur Já, bara Sko þeir eru að reyna að fá okkur að stytta mér í blöðkastinu Já. Það ef ætti að koma að stytta einhverjum á króknum þá er að gera um til Já, vast sko, það ætti að vera stytt á hann að kringlukranni Hann er alltaf hann búin að sjá um það bara reyndar kongurinn þar Og sko, máli er að það, sko, fréttin fjallar um það, hann er aldrei farið til útlanda Og hann er, Hefur hvað Geirmundur Valtýs aldrei farið til hann er útlanda? aldrei ferðast Hann er aldrei sé ástæðu, hann sagði bara Ég horf mikið á sjónvarp og ég er búin að sjá allt sem ég þarf að sjá í sjónvarpi Þannig að ég veit Þetta ekki vissi af ég hverju ég ætti að vera að fara eitthvað Ég var hann aldrei Já, farið af þessu landi aldrei, síðan hann fættist aldrei Það er stór hlutilegt maður Og hann er, Ætli þetta eigið við marga? ég meina afi Nei. minn Hann er ekki eins og fært til köpen Nei, Nei. bara ekki allan ekki ungt fólk sko, og, veist, en sko Er hann flugrættur? Þetta Nei, grínast hann bara sér ekki ástæðu Bara hann sagði bara, ég skil ekki bara, heima er best og ég Setta bara hann sjá- einu sinni tenni og þá bara sér hann Fokk, okkur fór ég ekki fyrir maður Það er ég búin að gera Ég þetta held að Geirmundur Valtýs myndi ekkert að hafa gaman að ten Jó, Sunshine Sko, Já, Sönsaga, afi minn heitinn, hann fór einu sinni til útlanda Hann var svo flugrættur, Hvert fór hann? Luxemburg Hann var svo, Af öllum stuðum hann var svo flugrættur að hann fór, þegar amma var búin að töði honum bara í mörg ár Og hann loksins bara, þegar hann var ferdugur eða eitthvað Bara ok, fuck it, ég fer Flug út, allan tíman var hann svo kvíðinn fyrir heimferðinni Hann náði ekki að njóta Ekki neitt, og svo fór hann bara heim Og bara, ég geri þetta aldrei aftur Shit, Sko, ég þetta er skil bara- það er eins og Halldór Gunnar sem er með Svessa Hann er svo flugrættur, hann reynir að fara aldrei til útlanda Hann Er er samt það? alveg farið nokks Já, hann er bara Hann er með sama kvíða bara alla ferðina fyrir heimferðinni Og ég skil það sko Já. En að ef að Geirmundur Valtýs er ekki flugrættur Og ég get staðfest að það er nóg til hjá En kallin alltaf hefur aldrei prófað að fljúa, veit ekki hvort það er flugrættur eða ekki sko Nei, góð punktur Kannski hefur hann flóið innanlands Nei, hann er alltaf með skaffisku sveifluna Alltaf á hvíta vaninu sínum Yes. Góð, ég held hann er auðvitað flugrættur Bara vil ekki viðurkenna En er Gæti ekki verið. allir smá flugrættir? Jú, það líður einhver vel Mér líður ekki vel í flugvel, sko Ég finn aðeins meira fyrir því kannski eftir að börnum komi Mér er gott að en ég er fókusa aldrei á flugrættur. tölfræðina As a gambling man Og horfðu bara á tölfræðina Veist hversu marga flugulur er í loftinu right now Hversu marga hrapa Þá sérðu bara að líkurnar á því eru nánast zero Og sem að gambling man áttu að horfa í tölfræðina Já. Líkurnar eru eiginlega
Engar En mér- Og það er já. gott að horfa aðeins í það Mér finnst það svolítið interesting með Halldókunar fjallabróður, að því að ég þekki hann vel og ég vissi þetta ekki hann hefur samt farið Já, en bara, mjög sjaldan Hann er bara mökk, hann er alveg fyllibit Hann er bara hell í sig Hann gerði það sko Og næst Já. bara En sem Já. er Geirmundur Valdís Er búin að vera á þessu landi Já, Sem er dimmt 8 mánuðu á ári Alla ævi já. Það er rosalegt sko Sko og andleg heilsa, hvernig er hún hjá honum? Bara upp á Ég held- toppstandi Já. Skal fiska sveiflan Upp á 10 Alltaf góður Þetta er rannsókn Finnur Hann ekki- hann er mjög jolly gaur sko Já, það er eitthvað við þurfum alveg að fá hennan Við þurfum að ræða þetta, ég næði sig Hann geti sko, hann er mjög líklega glaður en við svona eðlisvari Það er saga, mjög fyndi, hann er að vinna í kaupfélaginu á Sauðárkróki sko, á skriftónum Hann er hvort, nei, hann er ekki kaupfélagstjóri Hann er heldur hátsætur, held ég Og það var einhvern mann að gaur sem var að koma vörum inn í kaupfélagið á Sauðárkróki Og hann svaraði og hann bara, já, Geirmundur Valdís Og gaur sem þannig, já, býttu, ertu alnafnið þarna tónlistavillisingsins Hann bara, ég er tónlistavillisingsins Tónlista vitleysing Geir, maður, nú Það er er léttur eiginlega- Fyrsta balli sem ég fór á, ever, Geirmundur Valdís Áramótaball á Sauðárkróki, þegar ég er 16 Áramótaball á Sauðárkróki Það er rosalegt og er það ekki bara blöðist leik og allt upp á 10 Nei, ég var ekkit mikið fyrir að vera í sleikum Horður bara landakossisleik og þú aðbyrður svo mútið hótnið Nei, þú ert samt harður sleikmaður Hann elskar sleik, blöð er grjótharður sleik Já, hann er nefnilega mikill sleikall sko Ég er myndi alveg viðurkenna það ef ég verið harður sleikmaður en ég er það ekki sko Þannig að þetta er bara kæft það Ég ætla að nota tækifærið og hérna óska frömmurum til hamingjum eru komin í Pepsi og, Já, vel gert. Og ég þekki Það er Valdi líka Björn rétt fram núna með og stór hann- klubbur það á að vera í Pepsi Já, ég er sammála, nú hljótar að vera komin til að vera hérna, allan í byli og Valdi Björn þekki rétt, hann er allsbyr núna ekstra fullur Svo er ég hérna Já, hann er frammari maður, grjótari frammari ánægð með Hannes Hann bauð völsórum Já, heyrðu. að sjá leinalöguna í Lúksustalunum Valsmenn, sko, hann er svo með svolítið dick move Nei, og hann hann er- veit hann er að keppa við bleika nummer 1 titil Hann er að director, hann mátti fara með Hann liðið á ákveður myndina. að þjappa hópnu saman og leifa öllu valsliðun að horfa leinalöguna en fæ ég að spila leinalöguna fyrir bleikana? Nei. Því að hann alltaf lókast á dollu og hann þjappaði liðinu saman Bíddu, Ég tek hvað? bleikan í keilu eða eitthvað Geta Og bleikarnir Boccia. unnið ennþá? Já, vikingur líka Já, ok Já, Væks Hvað- líka, ekki vann með þetta góð lágsun Hvað er margar umferðir Það er eftir? kóngurinn sko Það eru ykkur ekki Nokkrar. sjöumberður eftir eða eitthvað Úff, þú veist það eftir að tapa það miklu peningi viðbót maður Hvað mennur, hvað varst að betta á? Þú ert lélegast Á hvað varst að betta á þeim? Nei, ég bara Gambler þegar kemur að Á hvað er ég betta? Ég meina, þú ert ekki þannig með season bet eða? Ég er með season bet sko Það var hleyið að mér í setti bleikan í byrjun og Ég er það líka með Það er season ekki bet hleyið að mér í dag sko Ég er með season bet Hvað settur þú? Stjörnuna Já, ég vil ekki að Settur að stjarnan myndi vinna deildina? Já, þeir voru átt að vera í top 5 baróttina Gummi Ben komið í byrjun season og sagði því að stjarnan geta alveg verið lúmskýr Já, en hann sagði samt að Valur er Íslandsmeistari Hversu mikið ætlum að niðruðu þetta Þór? En það er ég ekkert að stóla á það En bet máli er ég þarf Og að talandi taka um leinulöka, því við vorum að ræða hana Já, Það er svo yes. margir sem er að spyrja mig Hún átti að vera frumsýnd næsta föstudag En COVID er búið að rústa því og svo öllu öðru Já sko þetta veldur svo King Þórur þarf að afnema þessa 200 manna reglu Já. Ef hann setur hann í 500 sem allir svona bara eðlilegir læknar myndi gera Þá held ég að Já, auðvitað, það minna að bíósölu tekur bara 300 Ég meina Ah, stóru 75.000 manns á Old Trafford Þá getur þú hatt 500 manns í bíó, það ekki? Já, Er það ekki hann er svona leið og það kemur og þá verður Þú myndin heitir á slei Auðvitað, ef það er 500 manns þá er það sýnið í myndina Við nennum ekki á 200 manna reglu í bíó Þú veist, flesti salir taka 400 manns eða 350-400 Það er bara, gengur ekki Þetta er líka stemningsmynd Þórul, ég veit út að hlusta 500 takk. Settu því í stand Bubbi var líka byggðin á Twitter Hann sagði 500 takk Sæði Þórólfur. Bubba það? Já, Bubbi Alveg pressa frá Páll Bubba Óskar líka, það er að koma rosaleg pressa frá tónlistafólki líka Það núna eru eitt sem að koma áru hverjum og það sveppadíman er búin að vera trending á Instagram og Twitter og bara og veist, að ég ætla að segja að fólk ekki taka þessa dífu í sundlaug helst og það sem er ef það ætla að gera í sundlaug það sem er djúft þetta er yfirlega átt að gera þetta í vatni eða sjó takk Þú varst ekki að segja fólki Já, þetta er head first dífa Hver var Já. það? Var einhver að senda á þau núna að segja skamma þau? Nei, ég bara, veist, minnst þetta bara út af því að fólk er að dífa sig head first og Þetta er bara ekki taka þetta í grunnulögin Þetta er samt ekkert eðlilega fyndið Já, þegar að Sveppi tók original Sveppadífina sko. og líka þetta að segja trenda see you later baby see you See you later baby baby er dítillina See you later baby Það er líka bara nákvæmlega þegar hann horfir og hvað það er bara gegja Það er komið að lokum hjá okkur í dag, kæru hlustendur. Takk fyrir hlustuna. Við minnum á blökastið sem er á þriðjudaginn í fyrsta sinn í mynd. Það verða kamerur okkur og við erum vel peppar. Það er að hugulegu Ég ætla að reyna það. Ég ætla að mæta í skiptu Já, Alveg Fáðu pottþétt. ekki smink? Jú, ég held við fáum smink En drengi, pæli því það maður er inn á Við erum að fara í- fm95blö.is. Algjörlega og það kostar 1390 á mánuði fær 4 auka þætti pluss auka efni og pluss vídeo þætti og ég veit ekki hvað auka Þetta kostar jafn mikið á einn bragðarifur eða
jafn mikið og 1 póki af rakvélablöðun eða 1 stór bjór. Það getur valið. Heyrumst á þriðjudaginn, ef ekki á þriðjudaginn þá bara heyrumst við næsta föstudag. Góða helgi.